Hlaðvarp FM 95 Blö 4 og FM 95 Blöður hafið göngu sína á þessum yndislega föstudegi. Það er 21. febrúar. Já, sveimi þá, febrúar verður aðeins sneggir að líða heldur en janúar, það er nokkuð ljóst. Auðun Blöndal heiti ég og er í mínu sæti. Beint á móti mér eru tveir drengir sem eru nú oftast hérna. Það er fullur bátur eins og við orðuna. Og ég ætla að byrja á fyrirliðanum fyrirlið FM 95 Blöð. Hann hefur rættað nokkur sem þetta er Great Honor. Hvernig ertu fyrirlið? Já, ég man ekki hvernig ég var betri. Aldrei verið betri? Já, Ég man ekki hvernig ég hef verið betri. Ég man ekki hvernig ég var betri. Nei, þú ert silki slagur og veist það, ég er ekki að ljúga þig, ég segi þetta ekki alltaf þig hvernig þetta Þú bara lítur vel út núna. Já, sömuleiðis. Unglegur að sjá og takk ég lít tölvöld betur út heldur en eftir AC, það er nokkuð ljóst. Það ljómar yfir hann. Ég er aftur að koma til, já þú ljómar einhvern veginn. Hvað sagði kona við aftur og kost heim frá AC? Já sko, hún sagði, myndi nefnilega, hún hefði sagt hérna djöfull lítur illa út, en hún hlustaði á þáttinn og sagði, hún hefði ekki sagt það, hún sagði að það var eins og ég væri búin að eldast 10 ár, sem að er eiginlega verra. En málið er að ég lít ennþá helviti illa út eftir AC. Já sko, er ekki þín alveg að ná flensa, því. hefði ég ætlaði að vera góður við þig, þú byrjar að tala og snemma, ég ætlaði að spyrja hvernig er markahæsti leikmaður FM 95 Blöð. Takk, þetta var falleg. Ég er bara fróðandi fínn og fyllandi góður. Það er gott að heyra. Og ég, eins og ég var að segja samt sko, ég er AC kom aftan að þér. AC kom aftan að mér, málega, ég kom heim úr þessari djöfusins helvítisferð og ég var hálf fegin, ég bara, heyrðu, ég er bara að sleppa ágætlega. Já, þú finnst að fekst þér bjór áður við fórum í flug. Já, ég var bara að hressi einhvern veginn. Svo fór ég að tussast aðeins upp og svo er náttúrulega kona mín búin að segja mér líka heima hversu illa ég lít út og allt þetta og ég sé hálfógislegur og eitthvað sem ég átti bara skilið og ég er ennþá einhvern veginn svona með AC í mér. En myndið þú Steindi, fyrir það sem að hlusta og kannski leiðin er kannski í New York núna og leiðin á uppistand, myndið þú mæla með Seinfeld sem uppistand? Já, sko, fannst þér hann ekki góður? Hvernig metur hann? En strákar, málega, þið megið ekki nutta þessu fram. Málega, í síðasta þætti, því ég sagði frá þessu, þá var ég ennþá bara smá lítill í mér. Ég opnaði með hann svo mikið. En sko, ég fengið, fólk var að hrósa að við vorum reynskilni af því að það fara alltaf allir til útlanda. Þetta er ekkert bara við, ég nú ferðast með nokkrum mönnum og konum. Íslendingar eru bara þannig, við keyrum þetta í gang bara í 3-4 daga, þá kom allir litlir heim, það vita allir hvað er í gangi, en það eru bara allir að feika þetta. Þú sérð ekki slæmumyndirnar. Ef þú ferð á Instagram, þá sérð alltaf þessar myndir þar sem allt er upp á 10. Það er eins og fólk fari bara á fyrsta degi og taki klári myndirnar. Ég kíkti á Instagrami hjá mér, ég setti inn einhverja mynd, eitthvað denim eitthvað, veist, ég var náttúrulega komið bara vel í það lítur út eins og ég sé bara í toppstandi sko. Það er þetta geggjum mynd og þú varst í toppstandi akkurat þá. Reyndar voru það ágætt þá. Ég tók myndina, þú varst í toppstandi. En síðan náttúrulega var þetta bara allt einhvern veginn, já, bara went down the shitter, þú veist, þetta var bara vesen eftir það. Það var hlustandi sem að sendi mér á direct message á Insta að það er hópur, 6 manna hópur og ég sver þetta, ég get fundið nafnið hans sem er á leiðin til Atlantic City. Hann spurði mig, hann sagði, þetta er ekki djók, er eitthvað sem þú mælir með og ég sendi honum tilbaka, bara halda lífi. Já. Það er eina sem maður getur bara. En þú ert að segja satt, það er fólk að fara þangað, Íslendingar. Já, þetta er alltaf bara. Já, það er hann Haraldur Garðarsson. Ég reyndi að skrifa þig ekki deyja. Já. En þetta er ágætt því að við erum búin að láta kindilinn ganga. Já, nú fer hann eitthvað annað. Núna er Haraldur og hans gengi bara búið að taka við kindlinum. Við förum ekki aftur, þeir eru búin að bara klára þetta fyrir okkur núna. Já. En já, þetta er strákar, en málið er að þetta er náttúrulega leiðilegt að vakna upp við það þegar Seinfeld er bara okay guys, thank you very much. Maður mista á honum. En minn þú sér þetta bara á Netflix. Þetta er ekkert vesen. Nei, þetta er ekkert vesen. En sko, við vorum líka ræðið á hann hérna, það er eiginlega bara komið voru í pung, ekki? Það er ekkert að veðri núna. Ég veit að Hjöppi hata þegar við ræðum veðrið hérna, doktorinn. En það er ekkert að veðri. Það er gott veður í dag í borginni. Það er bjart. Janúar var dimmt. Þáttur hann að byrja. Og ég finn líka léttara, Íslandingurinn er léttari þessa dagana. Já, og ef hann er eitthvað þungur þá ætlum við að létta á honum næstu 2 tíma því við erum með rosalega þáttur ykkur í dag, kæru hlustendur. Við fáum uppáhalds viðmælandi okkar í spjall hér og eftir og það er hann Ingo Veðuguð sem á mitt uppáhaldslag á Íslandi í dag. Í kvöldi gigg. Þetta er æðislegt lag. Þetta er geggjað text, þetta er geggjað lag. Sérstaklega því að við vitum, allavega þú veist að flestir ættu nú að geta aðeins svona rýnt í textan en við vitum að þetta er aðeins dýpra en hann hljómar. Já, bara
textin hann að lýsa lífi sínu. Ég að segja það og hann búin að gangi í gegnum ýmislegt og hann ætlar að koma hann eftir og munið, þú veist það er svo skemmtilegt að fá Ingo. Þetta er hreinskilnasti viðmælandi sem hún fær. Manstu þegar hann kom síðast til okkar Hann er ekki komið í 1,5 ára. Nei, og yfirleitt þú spyrir gesti sem koma hérna bara svona, hvernig hefur það gamli, já, ég er bara geggja og ég er með þetta og menna plugga hinn og þessu. Ingo, bara hvernig hefur það? Ekki það gott. Nei, hann var bara ekki nógu góður. Ég var bara að koma einum og það voru ykkur krakkar að gera grína mér þetta og hann bara búin að sofa illa síðustu dagar, búin að vera að vaka fram á nótt og eitthvað. Hann er bara geggjaður og kannski er hann góður og segir þá að hann sé góður. Við vonum það. Hann allavega, ég held að hann sé góð þessa dagana. Ég hitt hann daginn, hann lítur vel út kallinn, hættur að drekka og eitthvað. Svo er alltaf sagt hann sé íslenski Johnny Cash. Hann er íslenski Johnny Cash. Hann bara, he wears his heart on his sleeve eins og þið segja. Það er engin betri, fullir enginn á Íslandi að ná stemningu í partí en Ingo Viðugu. Með bara, hann einn með gítar, alveg saman hvað partí það er. Hann er goddamn genius. Hann reyndi að klikka einu sinni í afmælinu mínu og hann er búin að segja mér svona 10 sem hann skuldi mér annað gig. Muni ekki þegar hann var í Belgíubúningnum upp á sviði og það var á þeim tíma sem hann drakka þá kallinn. Hann drakk hressilega. En Egill, hvernig var hann aftur þú spurði hann hvernig hann hefði það þú hittir hann í afmælinu Sívar Guðmunds? Ég spurði gamli hvernig ertu, þannig að sagði býta aðeins og reyði upp síman, lokkaði svona heimbókinn, rétti með síman. Mér sýnst ég bara að vera helviti góður. Við erum með meira. Staðan var bara svo leiðis. Spurningkeppni Gilsarans, við erum hrættu við hana. Það er hvað? Það er konudagurinn og sundaginn. Ég velti fyrir mig svona, hver er King of the Ladies? King of the Ladies, þetta hljómar illa. Ég skítrættu við. Steindi, þú ætlar með augljósar? Ég er með augljósarstæðin þetta, já. Og svo ætla ég að taka, hvort myndur frekar þetta líka? Já, ég tek myndur fyrir cash og svo er annað í þessu við ætlum að sko, þetta gæti orðið hræðilegt og þetta gæti orðið skemmtilegt. Við ætlum að draga bara, nei, ok ég sé við drögum 4:30 og sá sem að tapar þessu þarf að gera þetta 5:30. En býtu, ég ætla bara aðeins að láta hlustundu vita hennu. Þetta er eitthvað sem þú ert einn að bralla. Við Egill erum ekki til í þetta. Við erum saklausir. Þetta er eitthvað blöð koncept. Við erum hrættu við þetta. Konceptið virkaði síðast. Ég er opinn fyrir. Já, við prófum það. Hvernig ser þetta fyrir þér? Þetta er þannig að ég set 3 nöfn í pott, Öddi, Egill og Steindi, segir sér sjálft, og svo drögum við og það er einn af okkur sem þarf að talk dirty við einhvern annan og við drögum hver verður sá sem hann talar dirty við og hver þarf að taka á sig að tala dónalega. Það er eitt sem lendir ítliði. Beðið fólk að stilla á bylgjuna? Nei, þetta á ekki að vera þannig. Þetta á ekki að vera eitthvað viðbjóður. Ég þarf að talk dirty. Já, það er bara, þú veist. En hvað ertu að tala um? Ertu að tala um bara eins og við séum það bara, þú veist, erum við að stunda kynlíf? Já. Þannig að ég er að stunda kynlíf. Þú ert í rúminu með viðkomandi og ert að tala dónalega. Já, með honum til samlífinu. Ekki bara reyna að fá hann í samlíf. Nei. Kaffihúsi. Nei, þið eru bara. Þetta er hræðilegt. Þetta er eitt tvist, ég veit það. Kannski verður þetta hræðilegt. Miklu verður þetta. Kannski verður þetta skemmt. Herðu, við heldum að það eru ömulegt og vorum að reyna eitthvað annan. Það var fínt. Já, en sem betur fer eru líkurnar þannig sem manni. Já, einn á myndið þeirra. Þetta er sko, as a gambling man, I'll take those out. Það er svolítið þannig. Og svo það er. Já, en við erum í gýr vonandi þið líka. Það er vor í punk hjá okkur og allir í stemmingu. Ég er að spá ég að byrja þáttindreikir á einu svona bara klassiker. Og, já, hvað segið þið Little Ghetto Gospel? Til í þetta? Já. Hlaðvarp FM 95 Blö. Tupac og er þetta ekki Elton John með hann manna? Jó, Tupac og Elton John. Ghetto Gospel. Gott lag, en það er komið að slúðri hér í FM 95 Blö. Og það er fest í dag. Já, ég náttúrulega hinskilinn, ég fann svona ágætismóla. Þetta er ekkert bestu mólarnir í bænum, en ég ætla að reyna að vera góður við Egil allavega, þannig að ég fann eitt með Justin Bieber. Takk fyrir það. Já. Veistla. Bieberinn, hann er í stórframkvæmdum. Hann og konan hans, Hailey Bieber, eru að fara að versla sitt fyrsta hús eða sína fyrstu fasteign, hús, þetta er risahús. Saman? Já, saman, og hann gerði ekki kaupmála, vissir það? Hann sagði að út svona ástfangin þá þarfst ekki kaupmála. Já, þetta er, heyrðu, veistu það, strákan. Ég skil ekki. Ég er alltaf að segja ykkur þetta. Munið ekki nákvæmlega skrefin sem ég sagði ykkur daginn. Og þú þarft ekki að taka skrefin enn einu sinni. Nei, en ég sagði þér í Neyslan. Svo sagði ég, hann myndi frussa peningnum. Og svo sagði ég, hann kemur tilbaka og sagði, ég veit ekki hvað var að gerast. Þetta veistu hann núna var verra Neyslan. En heldur hann sé í rugli núna þegar hann er edru og búin að finna Jesú? Já, hann er í mesta ruglinu núna. Nei, ég er ekki sammála. Hann er búinn í
neyslupakkanum. Hann er komin í Jay-Z-in sem sko- ég hef ekkert á móti by the way. Það eitt, jú, þú þólir ekki þessu Auðvitað þoli ég hann. Það eitt sem skrítið í þessu af því að eins og ég hef nú komið inn á hérna, ég að fylgja honum á Instagram Já. að ég sá hann í daginn, þá voru þau að drekka þau voru að fá sér bjór og eitthvað, þannig að hann byrðist að höndla að fá sér í glas en hætti þá helst þetta ekki alltaf í hendur. Ok, ég vissi þetta ekki, Auðun Blöndal. Núna veit ég að hann er að fara down the sealer. En málið er að nei, en þú veist, ok, Hann make Bud Light bara ef þú pælir samt aðeins í þessu þetta er einn stæðsta popstjarnan veraldar. Já. Og hann er búin að vera með þessa stelpu í, 1,5 ár? Já. Og Nei, þau eru búin að gifta í ár, þau eru búin að samvíu og 1,5 Já, og hann gerir ekki kaupmálinu svona því að akkur ekki. Hún er bara að taka half shit. En Já. okkur haldið ef þau skilja, það er ekkert víst að þau skilji. Nei, en þau eru búin að samt Steindi búin að segja að þau skilji sko. Þó að Steindi giskað á hann giskað á einhverja tvo slúðum Ok, ef þú væri búin að þekkja stelpu í 1 ár og myndi giftast henni, myndur þú gera kaupmála? Nei, af því ég er ekki Justin Bieber. Nákvæmlega, það er það sem ég er að segja. Já, ef ég væri Justin Bieber, þá myndi ég gera. En þau eru að kaupa sér hús og þau, sko, það er einhver CEO af Playboy keipti húsið og er að smíða og þau ætla núna bara að kaupa lóðin og húsið eins og er núna og neglaði öllu niður og byrja upp á nýtt, en þau eru að kaupa húsið og lóðin á $20 milljónir. Það er ekki smá peningur. Það er nóg til í okkar manni. Hreistingstímaritið, Playboy, tala það. Já, ég veit ekki hvað þú gerir með blaðið, en það er eftir að lesa greinar í því líka og eitthvað. Er þetta ekki orðið meira bara tímarit? Jó, það held ég sko. Já, það ekki. Ég veit það. En sko, það er þetta góð spurning. Stephen Baldwin og the Baldwin family er að taka heavy shit sem ég er enda svolítið, ég er Team Bieber en ég er meira Stephen Baldwin maður sko. Ég elska hans að bara þykja buttuna sína vel sko. En okkur heldur að hann þykja buttuna sína? Hann er the Baldwin family. Egil, manstu, ég sagði þetta fyrir hverju 3 vikum. Nákvæmlega þetta. Hann myndi næsta skrifa að frussa pening. Frussa, hann er að kaupa sér hú. Hann er giftur maður, Steindi. Ert þú ekki að leita þér að íbúð sjálfur í Mosó? Ert þú í neyslu þá? Nei, þú ert ekki að frussa pening og fjárfestir. Þú ert að frussa pening með þessu skrifin sem hann er að taka. Að kaupa hús? Já, með stelpur sem hann þekkir í. Sko, geta sjá hvað hann er giftur inni. Hann er metin á $285 milljónir. Já, 20 Er hann ekki metin á $285 milljónir? Það er slatti, sko. Það er bara svipað á Beckham. Já, ég ætla að minna ykkur á það. Björgúlfur Thor, vinur minn, hann er ekki vinuðinn, by the way, hann lék einnig serið. Hann er vinur, við erum vinir. Hann er góði vinur mér þess. Og hann er metin. Hefur þú heyrst í honum síðan? Já, ég er oft. Já, ég er að heyra oftir. Hann er metin á 2,5 Justin Bieber er metin á 200 miljónir. Hann pakkar Bieber saman sko. Já, pakkar hún saman. Hann er fjárfestir, hinn er popstjarna. Hvað er, Ég ætla að vera heiðlegur. Ég held að hann væri metin á, ég hefði giska á svona allavega 1 B. Nei, maður, hann er 23 árið. Já, þú veist eins og Jay-Z og Beyoncé og svona, þau eru metin allavega 1 B. Já, það er ekki út á tónlistinni bara, þau eru að fjárfesta og með sín, veist, hann þarf að koma eitthvað illa. Það er Justin Bieber að gera, hann er að frussa í kirkjuna. En málega skemmtilega þetta, eftir nokkrar vikur verður að metin á 140 B því að Stephen Baldwin hefur að taka helmingin á strass sem ég er mjög gaman að. Eigum við von á Biotom 2? Bara með alveg budget. Fyrir Bieber-björningin. Já, Paul Shore er komin aftur. Herru, svo er næsta slúður, það er á honum John Peters, veitir hvað það er? Nei. Og ég segja slagt slúður þetta. Nei, þetta er ekki slagt slúður, hann giftist Pamela daginn. Já. Og þau slitu hjónabandi sín eftir. Voru saman í viku. Þau voru saman í 12 daga, það er næstu í 2 vikur, ekki verið að gera lítið úr þessu. En herðu, hann er búin að trúlofa sig aftur kallinn. Og já, sko, þetta er náttúrulega bara hann er örugglega bara eitthvað veikur þessi maður. Hann er 9 og trúlofaðist henni núna strax 7 dögum. Já, og hann var giftur. Hann er bara golddigger. Líklega eitthvað tæpur. Hann er moldríkur, ég held að hann sé bara veikur á geði. Líklega eitthvað tæpur. Hann er moldríkur, já. Þú þarft ekki að halda hans í tæpur, hann er tæpur. Hann er metin á 300 hann er meiri penninga Bieber sko. Hann er meiri penninga, það er allir meiri penninga Bieber einhvern veginn. Mér finnst það, svo allavega að nærleiti sko. En vitið ákveður að John Peters og Pamela Anderson hættu saman? Nei. Eða sem sagt ákveður slitu hjónabandinu eða skildu, ég veit ekki hvað kallar þetta eftir 12 daga. Skildu. Því að hann neitaði að borga alla skuldirnar hennar. Hennar Pamelu? Já. Þetta voru gift af hjálpar hann ekki peningalega En sko, okkur er Pamela stór skuldu? Það er svona önnur spurning. Er hún komið með nálarnar í hælinn líka? Hvað er að gerast í hún er komin í neyslu? She likes to party sko. Já, hvað er svona dýrsta party? Ef að Pamela ætlar að koma í party fær hún ekki allt frítt eða? Þetta er Pamela Anderson. Ég kalla neyslu, djúpa. Nei. Jú, ég ætla að gera það. Sko, hver er nýja kærastan hjá John Peters? Eitthvað bara, það þekkir hann engin.
Þannig að hann skildi núna bara fyrir viku eða ekki 10 dögum eða eitthvað. Hann er nýskilinn. Hann er nýskilinn fyrir mánuði síðan eitthvað og er núna trúlofar aftur. Já, þetta gengur ekki. Þetta er veikur á geði, segi ég. Ég hefði alltaf gískað að hann væri golddigger. Nei, hann er ríkigur. Hann ríkar en Bieber. Þannig að það er eitthvað í gangi þetta. Svo ætla ég enda bakkan á Al Pacino. Þú getur nú ekki rakkað það niður, Egill. Nei, ég elska Al Pacino. Það er alveg legend. En hann er að skilja við konu sinni, að hætta með kæristun sinni sem heitir Meital Dohan. En hún er 43 ára og Pacino er 79 ára. Og Dohan vil meina að sambandinu sé lokið því að aldursmunurinn var of mikill. Hann er orðinn bara gamall maður, segir hún. Og allt sem hann er verið áttræður. Hann verið 80 ára bara á þessu ári held ég. Og hún hlýtur nú að geta sagt sér það sjálf þegar þau byrjuðu saman fyrir 2 árum síðan. Þá var hann 77, það er ekki svo sem búin að elda, eða kannski eldast með svona 2 árum á þessum tíma. Þau voru bara að deyta. Nei, ég meina, þú veist það fyrir eftir hvað er á hann. Er hann með tak í bakinu eða er hann bara, er þetta flóið mjólk og bara búið dæmið? Já, hún sagði að hann nefnt engu. Hún er 40, hún er 3 árum eldri en ég. Við erum að tala Al Pacino. Hann er búin að gera allt. Já, hvað heldur að hann en að fara eitthvað út að borða og djama með vinkonum hennar? 79 ára, bara heim í sófa. Já, bara heim í sófa. En hún gætt sagt sér það sjálf fyrir 2 árum síðan þegar þau byrjuðu saman. Þá var hann 77. Í heavy shit. Já, allavega hún náði því ekki, þau giftu sig ekki, en hún segir að henni þykir nú ennþá væntum hann. Svo er loka móli dóttir Steven Spielberg, hún er komin í klámið. Hann kom með pínu óvart. Já, hún er ekki í neinu rugliða neitt. Hann er ekki að leikstýra í Spielbergin. Jó, finnst þið það ekki líklegt? Hún sé bara að fá pappa sinn til að leikstýra þessu. Skrítið, hvað, bara einhverja risaðilur og geimverður og allt er rugliða. En hún segir hún á eftir að erfa allan hans pening og þau styðja þetta alveg, hjónin. Og hún, Mikaela Spielberg, hún er 23 ára gömul og hún vill verða rík á eigin forsendum og hún segir að sé rosalega peningur í kláminu. Þannig að, já, hún hefur ákveðið sér þetta. Já, þau bara gave their blessing eins og stendur Steven Spielberg er metin á, what the fuck, þetta er að mistök. Hvað? 3,6 B. Nei, já, hvað heldur hann slappa? Hann á þetta stúdíóinn og hann og George Lucas bara búin að selja. Meiri peninga vinur, Það er skellur fyrir þig, Stendi. Við getum allavega orðað þannig að það er óþarfi fyrir hann að fara að vaði í klámið. Ekki nema að það er nóg á leiðinni. Já, það er, en hún vill bara þjána sjálf. En af hverju ekki að gera það eitthvað, ég veit ekki. Þetta er eitthvað sem hún vill. Við getum ekki að rakka þannig. Hún bara vill gera þetta og þá náttúrulega er það bara þannig og við dæmið það. Já, ef hún er að hlusta þá fær hún okkar blessing. Það er nokkuð ljóst. Það er bara do you, maður. Hlaðvarp FM 95 Blö. Það held ég, elsku vinnir, þeir að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957. Það er fullmannaður bátur, við erum réttfærdir að stað og nóg framöndan Ingo við ykkur. Þetta er inn eftir hvað, korter? Já, okkar uppáhalds viðmæðlandi. Já, hann er geggjaður. Hann er ekki komið í 1,5 ár heldur. Nei, og hann var bara hend út lagi sem er bara svona drullu gott. Ég er að spila þetta mikið, þetta er geggjað. Já, ég held þessi bara uppáhaldslæði mitt í dag og heitir Í kvöldi gig. Spilum það mitt á eftir en já, það er komið að bara mundur fyrir cash. Ég stjórna því í dag og ég tók svona, ég blanda þessu steindi. Mér fannst ágætt að þú varst með eitthvað nýtt teika á þetta, hvað mynduði borga fyrir. Þannig ég með 2 þannig og eina bara old school. Ertu með, þú veist, ertu með alvöru upphæðirna? Þið fyrir að svara. Já, hvað ertu á skalanum upp í, er þetta mjög erfitt fyrir dag? Nei, ég er samt sko ekki, fyrsta spil, ég er svolítið forröndinn á fyrstu. Hvað myndið borga á mánuði fyrir að fá að halda áfram Instagramið ykkar? Já, að vera bara að halda reikningnum. Já, annars ef þið borgið það ekki deleted. Já, þá bara megið ekki fara á Instagram. Þú getur að bara, lífið er búið ef Instagramið mitt lokast sko. Hvað er ekki að þá? Það er ekki eins og sést alltaf á Instagram. Lífið þetta er Instagramið það sko. Nei, það er bara alls ekki þannig. Já, maður horfir á vini sína þar, maður hittir það aldrei lengur, maður horfir á það þar, kommentar og svona, þú veist, og það er hittar lengur sem er veistla og bara byrja sofa. Já, nei, þú veist, það væri úrst að glata, þú ert með vinina og þú ert með, þú veist, fólk sem er að nenn að horfa á rugliðir og það væri glata. Það veist að það geti gest. Ok, þá spyr ég, hvað myndur þú borga á mánuði fyrir að halda hana gangandi? Reikningu? Ég er bara til að borga mánuði. Ef ég borga þetta ekki þá er hann delítað. Þetta er ekki svona mikið hjartasmál. Og það mátt ekki heldur búið til, ég veist það er alltaf að þú myndir delítað og fá nýja reikning, þú fær ekki nýja reikning. 700M? Já, kátt ég. 700 miljónir? Ég var hann að segja M út í Tónlega Bíber. Ertu að segja mig að þú myndir borga 700 á mánuði? Hvað er þetta þér? Hvernig er farþjálun að ganga núna? En þá er ég að halda Instagram reikningum mínum. Hvað duttu út?
Halló, heyrið þið það? Ég heyri þér. Já, ok, þá er það bara eitthvað rugl í mér. Þú ert á tökkunum. Erum við ekki í beinni það? Jú, hann bara dætt út í þetta headphone-in. Já. Ok. Herru, en byrju, hvað, 700.000? Hvað þú til að borga fyrir? Ég byrja alltaf bara að borga öll launin. 700.000 kalla mánuði. Þetta er mesta kjafta sem ég heist. Þetta er mjög mikilvægt að halda hérna. Já, þú ert ekki að borga 700.000 á mánuði. Hvað ertu með í laun? Þetta að tala hvað þetta steindi sér ríkur. Ég ætla að fara að segja kannski 10-20 skalla mánuði. Ég ætti að vera í svona 7-10. Ef ég kannski finnst þetta bara mikilvægar, ég veit það ekki, en ykkur 700.000? Já, þetta er bara, þú hlýtur að vera að grínast. Egil, hvað áttu mikið pening? Hvernig gengur það? Sko, þegar ég logga minn á Insta og fylgist með þér hvað þú ert að gera. Þú veist, ef ég get það bara ekki lengur. Skilur? Ok, en það er enginn af minni vinum. Þú hlýtur að vera að fíblast. Enginn af minni vinum á Facebook að segja hvað þú er að gera. Facebook Ætlar að borga 8,5 miljón ári fyrir að vera á Instagram. Það er mikilvægt að fylgjast með vinum. Já, þannig að þú ætlar að borga 8,5 miljón ári. Já, þú veist að fjölskyldu vinum á Instagram. Veltum aðeins steinum Mér stóður mér mikil smirði. Veltum steinum aðeins minna. Facebook er dött. Facebook, þú notar það í chati. Það gæti heiti Facebook gæti heiti Face Group. Af því þú ert bara í grúppunum þínum og svo chatinum. Instagram, ég sammála. Twitterin er bara þú veist mikið neikvæðniðar. Já, algjörlega. Ég er ekki að skrolla Twitter daglega. Ég er ekkert alltaf á Twitter. Þú veist töða, þá fer á Twitter. Já, þú veist. Í töðstöð. Já, menn á Twitter ánáttúrulega bara að vera miðl sem þú veist að djóka á, skilu. Þú getur ekkert vera rosalega málefnilegur í 70-60 stöðum. Byrjaði sem gott grín, nú er þetta töð. Já, en málið ok, Instagramið já, eins og staðan þetta er skemmtilegasti miðlinn, það ekki? Erum við ekki sammála þar? Jú, en ég veit alveg að þú myndir ekkert borga 700.000 á manni. Ég er bara að tala ég er að fylgjast með þessu ykkur félagunum. Þegar þið voru í AC, þá opnaði ég Instagram daglega og voru að vona að vera búin að posta eitthvað inn. Þið var að posta eitthvað á Facebook. Það er ekkert ástæðalösa að við postum mikið það. En Steindi, ok, þá spyr ég hvað stendur þú? Ég skil hvað ég ætla að tala Hann myndi vera algjör follower ef hann væri ekki þarna, því að hann sér ekki neitt. Það er ekkert verið Það er margir samt sem bara er ekki með Instagram. Já, en þetta er líka innantómt. Kona mín er ekki með Instagram, henni gæti ekki meira saman. Nei, ég veit, þú hittir hann reglulega. Já, hún á fleiri vini mig. Þú mátt alveg hvetja hann að fara á Instagram til dæmis. Nei, hún er niður ekki. Ég held að ég myndi loka svarið mitt. Ég myndi segja kannski bara svona 10 skall á mánuði. 10 skall, já, það finnst mér bara eðlilegt. Þú veist, af því að þetta er, mér finnst það skemmtilegu miðill og ég reyna að vera virkur þarna, en ég ætla ekki að borga 700 skall á mánuði. Mesta kjaftaði sem ég heist. Ég hef aldrei heyrt bara, þetta er bara rugglu tala. Þá er það næsta, mundu þið fyrir 50 miljónir, nú tökum við svona old school spurningum. Mundu þið fyrir 50 miljónir að allir í símaskránin ykkar fengi alltaf SMS þegar þið eruð graðir. Þið þurftu ekki að senda það myndi bara poppa upp, bara ding, kallin er graður. Rosalega vont. Símaskráin mín er búin að byggjast upp núna í ykkur 15 ár. Ég er með svona 6.000 númer og ég dílið aldrei neinum út. Þetta er bara fólk sem ég ekki talaði í mörg ár. Allt Ísland fær SMS þegar ég er graður þá. Það er sama hér, ég er með fullt að lið. Ég er bara með lið sem ég Þú veist, ég er með Herbert Guðmundsson. Já, ég veit að ég myndi vera að senda Herbert bara. Nei, þú sendir ekki, það bara poppar upp í hann. Já, ég meina það var fólk sem Steindi þekkir að fá SMS ykkur 10-15 sinnum á dag sem er ekki að... Já, þessi var helviti góð. Já, þú meina, það er svo rosalega oft. Já, einmitt. Þetta er kannski einu sinni mánuði sem fólk var þetta leðilega SMS, sko. Já, einmitt. Akkur er þetta alltaf? Akkur er beinast alltaf öll spjóta mér þegar við erum að tala um þetta? Nei, þetta var eiginlega ekki verið að reyða mig. Þetta er rosalega vont. Þetta er vont, þú veist, ef þú ert heima segjum svo heima og það er eitthvað 50M, hvað djók upp það er? Já, ok, ég meinti 500M. Segðu 5B? Nei, 500M, nei 100M myndi að gera. Hvað er þetta lengi? Bara 5 ár. Já, 5 ár. Næstu 5 árin, alltaf þegar þú verður smá thirsty heima hjá þér. Já. Það bara fá allir að bara segjum líka og setja og horfa upp eitthvað bíómynd og það gerist eitthvað, fattar þú? Og þá fá allir SMS, kallin í græður. Já. Hvaða bíómynd verður þú að horfa? Ég er 35 ára. Skrifverðið eitthvað? Ég er 35 ára gamall, ég verð ekkert eitthvað græður á því að horfa bara eina bíómynd á Stöð 2, sko. Þú veist, það er kannski bara þessi sem er að stíga sín fyrstu skrefi í þessu rugli. Já, það var svolítið þegar ég var svona, ef að segja 13-14 ára, þá hafði Sliver mikil áhrif á líf mitt. Já, það er ekkert, þú ert ekkert bara að horfa núna á okkur tónlistarmyndband og verður græður, sko. Með William Baldwin. Þetta er hræðilegu dýl. Ég held að sé ekki hægt að setja verða á þetta af því að þótt þú fáið 500 milljónir sem er náttúrulega fucking 500 milljónir. Rosalegt. Ég myndi gera þetta fyrir 500 milljónir. Já, en mætti maður taka til í skráni sinni fyrst? Nei. Ég er með þannig síma að þetta bara gengur ekki. Okay. En má ég spyrja núna ykkur báða, hvað myndi halda cirka, verið hreinskilnir, hvað myndi koma mörg SMS á viku? Á viku? Já.
Hvað, náttúrulega ég er með eitthvað báða í símaskunni. Hvað myndi koma oft hjá mér á einni viku bara ding, kallið einhver aður? Stendir oftar en ég, það veit að það allir. Þú veist, ég er sem velta fyrir mig hvað væri eðlileg tala. Já, ég er hann að velta fyrir mig kannski 7 sinnum. 7 sinnum, á dag? Nei, ég veit ekki. Einu sinni á dag? Nei, þú veist, verður maður ekki... Ertu búin að vera graður í dag? Nei, þá er ég að tala skilur, þú veist, ég meina hversu graður? Nei, bara... Þú veist, nei, það er ekkert eins og það. Nei, ég held að það er ekki einu á Þegar gaming, þú ert heima í nærbuksunum með headphone-in og í Call of Duty. Þú veist, ertu graður þar að? Þegar ég er að spila tölvuleiki bara með vinum minnum í headseti og drekka Ég ætla að vona ekki. Það er ótt að nóg þreytt SMS og með nótt sko. Já, nei, ég er ekki að spila Call of Duty á nóttinni í fyrsta lagi og ég er ekki heldur graður minn að gera það. Það er vitleisa í gangi. Þá er það komið, þá er það síðasta spurningin í myndinni fyrir Kess. Hvað myndið þið borga? Ég ætla að fara aftur í nýja frá þér Steindi. Nýja twistið. Hvað myndið þið borga fyrir að fara á alvöru skrall og Egill, þú ferð með Matthew McConaughey en Steindi, þú ferð með Dave Chappelle uppáldinu þínu. Hvað myndið þið borga fyrir að jamma með þessum mönnum? Eitt gott skrall? Já. Guðminn alma. Bara við 2 félagarnir. Mætti velja meira þess að hvar og hvenar og allt þetta. Já. Ég myndi þú veist, mér finnst hálf astanlegt að vera eitthvað, þú veist, hann mætti allavega ekki vita að ég hefði borgað fyrir það. Nei. Það væri svo, hann væri svo neittur. Jú, færi hérna í gott málefni. Já, þú veist, bara þá er hann neittur til að hanga með ykkur ræfli. Já, þarf hann að hitta trúð sem borgaði. Við myndum lenda bara á djaminu. Já, þeir vilja hanga með ykkur. Já, við myndum hittast og það væri bara myndi eitthvað smetla og við myndum detta á djam. Já. Ég myndi örugglega borga. Ég myndi nefnilega vilja þetta, sko. Ég væri ógeðslega til í þetta. Ég myndi taka ég myndi borga 300 skall. 300.000? Finnst þér það oflítið það? Með hvað ég langaði þetta rosalega. Já, þú veist, mér langar ég myndi ekki fara að borga helmingi minni en ég ætla alltaf að borga mánuði fyrir að halda Instagraminu sem var eitthvað rögglu tala. Ég myndi ekki borga 1 milljón til að djamma með kannski svolítið hart. Eitt kvöld, svolítið dýrt jam. Já, þú veist, skilur, þetta væri bara geggja náttúrulega og ég væri til í að borga fyrir það en ég væri til í að borga það. 300 skall. Hvað myndið þú borga fyrir Matthew McConaughey? Ein flaska? Hvað er að gerast í þínu lífi? Kostar flaska 300 og þú borga 700 skall fyrir að halda Instagraminu. Hvað er að gerast? Sko, Getið ímyndað hvað er gaman að fá sér rautt með Matthew McConaughey. Sko hann er eiginlega skemmtilegast gaurin á Instagram. Leo tók rautt með honum í Wolf of Wall Street og var yfir að hvernig lífið þykkaði. Þú veist hann var að leika þar samt sko. En hann er skemmtilegur á netinu. Geggjaður. Þetta er alvöru töffari sko. Ég myndi setja 1,5M á borðið fyrir kvöld. Hvað er þess að bollar Making you look bad maður. Hvað er þess að bollar að borga þessu spottusum? Ég myndi segja að það er vel Hvað er að gerast? Þannig að Egill hann ætlar að borga 1,5 fyrir að jamma með Matthew McConaughey og Steindi ríkasti skemmtikraftur landsins hann ætlar að henda 300.000 á borðið. Fyrirvinandi ríkasti held ég. En ég get móðið ykkur því að ef þið færið á jammið með þessum mönnum og þá er þetta lag sem ég myndi helst vilja heyra ef ég væri með ykkur á skrælinu. Hlaðvarp FM 95 Blö. Þetta er The Weeknd með Blinding Lights og já, þeir sem hafa hlustað FM 95 Blö í nokkur ár vita að þegar okkur finnst einhver lag svona flott að þá er að spila einhverjum einasta þætti. Við vorum að tala um það núna meðan lagið var í gangi. Þetta er eitt flottasta lag sem hefur komið út í bara góðan tíma. Já. Þessi fallegu 80s tónart ég vil elska þetta. Mér finnst þetta og í Kvöldegig tvö bestu lögin á, já, sko bæði lögin er nýkomin inn á Cozy Blö. Ég þarf að segja Ingo eftir þannig að hann kemur, hann er komin inn á Cozy Blö, það er mikill heiður. Það er alltaf svolítið stórt. Það er stórt. Já, þetta er stór playlisti og hérna, hann er á leiðinni. Þú ert að hressa upp Cozy Blö. Þetta er tvö svona frekar hress lög. Vanlega með eitthvað svona lög sem ég hefði inn á milli. Man langar að drepa sig? Nei, man langar ekkert að drepa sig. Ég hlusta Cozy Blö, hugsa ég það. Nei, þetta er svona blanda. Koma Weeknd og Ingo sko. Já, ég líka með David Bowie. Þetta er ekkert allt bara eitthvað svona rólegt sko. Hvenær setur þú persónulega á Cozy Blö? Ertu þá einn allsber, er dýna mætt, allt í rugli? Ég er með Cozy Blö á þegar ég er í ræktinni. Í rækt? Já, mér finnst oft gott bara að rifja upp einhverja slæmatíma og bara henda mér í járnin sko. Það er með þig. Fullt af þessum lögum sem minna mann á eitthvað skrítið sko. Sko, ef ég væri í ræktinni, þá er ég, það er stórt ef þarna. Ef ég myndi fara í ræktinni, þá er hérna, og Egill er búin að bjóða með margóft að koma frítt í engaþjálfun. Mér finnst ótrúlegt að hún farið ekki í það. Já, einn daginn kem ég kannski. En málið er það að
Ég myndi alltaf hlusta á einhver lög sem væri frekar svona tjúlluð sko. Bara svona sem myndi svona rífa mig áfram. Þess vegna ég með nokkuð svona lög inn á milli. Ef ég er búin að heyra kannski 3 rólegi röð í ræktinu, þá setja ég á þetta eða eitthvað svona. Kósiblöð með virtu playlisti. Ég veit það. Ertu að reyna að taka bara metið í deadlift og hlusta bara á Halo með Beyoncé? Er staðan þannig? Kemur fyrir. Ég sko Egill, þetta er einhver sem ég er ekki að fara að segja þetta í útvarpinu, en þegar ég bætti metið mitt í bekknum, þá sagði ég allir hvað ég var að hugsa þegar ég var að lyfta upp stönginu. Þú manst alveg hvað það var. Það var bara slæmi tímar í mínu lífi og það hjálpaði mér að koma stönginu upp. Þú vil segja mér frá það? Ég er hérna einn innan. Hræðileg tímar í blöðlífinu sko. Hvað varst að hugsa um? Já, bara slæma tíma. Herðu. Alltaf er bara að punta þetta þarna. Já, þetta er eitthvað sem við deilum öllum hlustendum. Ég ætla að bíða með þetta eins og það. En ok, það er eitt. Ingo er rétt og mættur, en eins og við komum inn á hér í byrjun þáttar, þá ætlum við að draga, því að sá sem að lendir í þessu núna hefur klukkutíma til þess að aðeins undirbúa sig við hvernig hann á að tala dónalega við. Ég vil ekki lendi í þessu. Nei, það vill lengi lendi í þessu. Vestir dagskurlega sem ég heyrstu. Prófum þetta, ef þetta er hræðilegt. Við erum með þátt okkur meinasta föstudegi í 10 ára. Konceptið er þannig að maður er að sofa hjá viðkomandi og maður er að tala dörti á meðan. Já, þannig að hvort þið fáið báður að draga, ég dreg ekki, Egill, þú byrjar að draga, hvort viltu draga þann sem að er með honum eða sá sem er að tala dónalega? Nei, þú byrjar alltaf fyrst með honum. Sá sem er með honum, ok, skoðu. Já, maður sleppir betur þannig. Basically nafni sem þú kemur að dregur. Hann er á the receiving end. Hann er á receiving end. Á mögunum, hegi. Jó, og er laus við að tala dónalega sem er vest í þessu. Ég vil til að draga bóðmingin hann. Það er töluvert skárra að vera þessi aðili. Ok, þú ert vitni hérna Steindi? Já, ég vitni. En byrju, nei, hristu lófan. Hristu lófan. Þegar ég fór á það fram, hristu lófan. Ég er að hrista fulli. Það er ekki verið þessi, ég dreg alltaf eitthvað. Ok, þú vilt draga sjálfa þig núna, þú veist það. Ég veit, 100% ekki draga mig. Ok, maður sjá. Nafni sem er á the receiving end eftir klukkutíma í þessu er Steindi. Nei! Ég er alveg ánægð með þetta. Þá þarf þú að koma núna Steindi, þú þarfst að draga hvor okkar er að tala dónalega við þig eftir klukkutíma. Það er viðbjör að lendi í þessu. Einna gamla, Steindi. Já, ef það verður þú sem. Ok, ég er búinn að hrista. Draði. Hver tala dónalega? Ég segi sér að ég hengi mig. Það er Egill, ég er laus. Ég er bara að vera áhverjandi af þessu. Þetta verður eftir nákvæmlega klukktíma. Ingo við okkur, sjáu þið hann er svalur, hann að lappa hérna gegnum hurðina. Johnny Cass Íslands er að mæti hús og við spjöllum við hann hér eftir smá. Hlaðvarp FM 95 Blöð. Þetta eru Mendoza og Good Boys og Becky Hill með lagið Lose Control. Við erum konið með góðan gest hingað inn í stúdíóið. Það er eins og við höfum komið inn á áður hér í þessum þætti, einn af okkar uppáhalds viðmælendum. Það er Kingo sjálfur, Ingo Veðugu, verður velkominn. Takk fyrir. Hvernig, ok, sko, núna er ég forvitin, oftast er ég spyr eitthvað til hann kemur hérna, bara hvernig ertu, þá er alltaf sagt bara ég er góður eitthvað. Nú spyr ég þig að því að þú svarar, þú ert hreinskilinn, hvernig ertu, Ingo? Ég gef oft engun hvernig ég er sko. Ok, hvað engun fáið þetta? Ég ætla að henda bara 8,3. Wow. Þá hefur aldrei verið jafn góður þegar þú kemur eitthvað. Þú varst kjarki síðast. Já, ég veit. Og ég væri rúglega sko 8,9, bara að drekka svo marga kaffi í dag. Það er svo pínu flökurt. Þannig að það væri ekki fyrir kaffi, þannig að þú ert í toppstanda þess að dana. Í raun og veru, já, það er margt að ganga upp sko. Já, nýja lagið, við erum búin að rósa þig mikið í þættinum, geggjað, í kvöldi gig. Og þetta er texti, hann kemur svolítið frá bara hjartanið ekki? Jú, það er, þú veist, ég held að tólestamenn sko, það er hægt að gera tvennt. Þú getur reynda sem ég hittara og svo getur bara samið eitthvað lag og hendi út. Þetta er svona meira bara semja lag sem mér fannst bara gott og einhverjum svona frændum mínum sko. Svo hendi ég bara út og svo allt í hennu finnst fleirum það gott lag. Ég bjóst ekki við þetta lag yrði eitthvað. En textin fjallar svolítið lífið þetta ekki? Jú, þetta er svolítið svona sagan sko. Því að maður veit ekkert hvort maður velur, þú veist, þið veit ekkert hvort að þið hafi valið raun að sitja hérna á FM sko, að vera fertur, þú veist, að gera grín alltaf föstudagar sko, þú veist, þið hefur alveg getað mitt verið bara að vinna á lager eða farið og mentað ykkur eða... Þetta er það sem ég hef alltaf sagt eins og þegar maður er spurður, það er margir sem oft spurt, þú veist, hvernig hérna stíði minn fyrstu skref inn í grín, mér langar í sjónvarp og svona dót, en þá hef ég alltaf sagt, þú veist, þetta er eitthvað sem þú lendir bara í. Já. Og það er kannski eins með tónlistamenn. Klárt. Já. Þú veist, ég var bara trúbator og flúðum að spila á okkur bar sko, því ég fekk 30 skall fyrir það og gegga gaman sko. Já. Og svo allt í einu ertu bara farin að syngja þjóðatíð og bara svona eitt leiðir af öðru. Svo semur þú lag og það fyrir allt í einu í útvarpið og svo allt í einu ertu bara með auðvitað fokkin blöð í golfferð sko, stærsta útvarsmann í landsins sko. Var það ekki geggju golfferð? Það var rosaleg golfferð sko. Ertu góður í golfi? Nei, ég er alls ekki góður í golfi. Jó, hann er góður. Eða það? Þú er gaman að þessu? Já, þú veist, og menn svona hræra þessi í hvora öðrum, þú veist, á teig og þetta. Ingo er góður að komast í hausinn að þér. Hann er
sko Hann lætur þig spila Hann er dörti, já, hann er stókið það sko Já, ég bara svo, nei, samt, ég er svona meira jákvæður, þú veist, rósa utan, slæra hans til vinstri og svo kemur auðvitað og tekur þetta í næsta höggi þá kannski, þú veist, toppar hann einn og verður gjössanlega tjúla, þeir eru oft meira byrrandi þegar einhvern veginn kemur Já, þú nærður þessu næst maður, það er margt í þér Það virkar öfugt, það er hræðilegt að fá svoleiðis En hvernig var Sveppi í Vegas daginn? Hagaði hann sér að var að sér og fjölskyldu sinni og vinum til skammar? Já, þeir voru saman í Vegas, Sveppi og Ingo voru saman í Vegas Hvernig hagaði hann sér hann? Sveppi Krull? Já Sko Sveppi ég hef lengi sagt það, hann er eina rockstjarnan á Íslandi fá að verða vitni að honum bara í eina viku á alvöru banger sko maður er flug á vegg sko Hann er bara eins og feitu krullari Mick Jagger Það er bara það Já, sem að mitt líka, það er nú ædólið hans, Mick Jagger Hann er bara, hann er algjör rockstjarna Já, ég meina svo á hann, þú veist, hann á eina skirtu hann á rauða skirtan sem hann í hann tekur hann upp í Vegas, svona köplótt Jack and Jones skirtan Eða einhverja svona frasabóli Já, þannig sko, og svo er hann átt í bleikum sokkum og einhverjum svona íþróttaskóm og þannig svona þegar maður sér hann í Vegas ef ég segja hann ókunnum, þetta er einhver algjör rasshaus eða miljardamæringur sko, sem er bara svo drullu fokkin sama sko á vinnhótelinu, þú veist, að panta dýrasta rauðvinnið og einhvern veginn bara drullu sama sko, þannig að fá svona ég elda hann bara í viku sko Hvernig gekk Ingo í Vegas? Nú ertu ok, munduru flokka sem spila og þú ert gambler Já, ég hef svona, þú veist, ég hef svona myndi segja með allt sem alla lífsins lesti þá hef ég svona dansað á línunni sko ég hef aldrei farið fram á bjargbrúninni en ég hef svona verið heldur nálætti oft og það við líka með þegar kemur að spila Já, þannig að við tókum alls konar spil strákarnir og það, þú veist, ég var búinn að áætla það þetta er þið vesen Þið unnuðu ekkert að maður er að tapa hann yfirleitt Já, tapa yfirleitt Varstu fram með budgetið? Eða varstu bara svona nokkurnu veginn? Það er heldur hátt budgetið á Ingo sko Já, ég heyrði reyndar af Udda sko, hann hefði ekkert sparkað í ráðbanka sko Já, ég sá það Þú ert kannski með, þú veist, menn eru með 4-5 kort í veskinu og svo bara það kemur ekki dollari út á ráðbankanu sko Það er erfitt þegar þú ert komin í gýr og þú ert komin í ykkur svona stemningu og svo er peningurinn búinn Það er bara gott á sér stoppað sko. Nei, þá er það líka samt bara, þú ert bara í geggjum gýr og þú ert einhvers stattur á stað sem lokar aldrei Það er svo hættulegt Ég hef mitt lent í því þarna í Vegas, við getum nú sagt frá því ég þurfti að ég hringdi í Íslandsbanka eitthvað svona neyðarsíma fyrir utan vinnhótelið veist eitthvað, nú verð ég bara að ringja sko, þetta er ekki hægt að fylgta peningin á kortinu, ég næ bara ekki dollar út hérna, hvað er í gangi, þetta er minn peningur sko Þannig að það gekk svona vel hér Ingo Það gekk þannig og stendi fyrir utan vinnhótelið, þú veist, og ringi og það er einhver unguð maður sem svarar og ég gef upp kennitölu og nafn og segir bara hver staðan er bara að sé inn á kortinu og mér langi bara þess að vera með hérna í Vegas svo lítið ég náttúrulega klukkuna þú veist, þá er klukkan bara, þú veist, 4:30 á þriðjudagsmorgni eða eitthvað á Íslandi, sko, gæinn bara, hvað er í gangi? Klukkan er ekki neitt þegar maður er í Vegas, sko þannig að var þetta ekki græja það? Nei, svo bara, computer says no og þú ert að ringi Mastercard og ringi bankan og allt í volli, sko Við getum orðað þannig En það var bara gott fyrir held ég Við getum orðað þannig ef ykkur pub eða fyrirtæki vil fá Ingo við akkurat núna að spila fyrir sig þá ertu á afslætti Þetta er rétti tími til að bóka Ingo nýkomin heim frá Vegas En hvernig er eins og með þú varst með eitt vinstalasta lagi í sumar og núna í kvöldi gig það ég myndi nú ekki segja að það verið eitthvað pása þér en ertu í einhver svona creative mode bara núna, er að dæla út lögum og er það bara svo mennur þessu? Já, ég held að þetta sé sko að þú tónlistamar og snýst þetta svo mikið að þú veist, drulla þér í stúdíóið sko Því að það geta allir setið heima á sami 500 lög og gítar og hendum upp í Wordskjal einhverjum texta og svo bara liggur þetta demo í símanum og allt þetta og leðu þú ferð í stúdíu og hittir réttan aðila sem ég hef svona búin að kynna sem bara ég get unnið endalaust með þá ert í góðum málum Það er Halldór Gunnar, eða ekki? Halldór Gunnar, fjallabræðrum Það er mikill snillingur Hann er bara fagmaður, geggjaður Góðu náingi, hann er bara með kaffi alltaf í bílskúrnum og þá gerist eitthvað Því maður getur setið heima endalaust og haldið og sérst algjör meistari og eigir sko 500 lög og eitthvað en svo gerur bara ekki neitt, þetta snýst eiginlega bara að gera eitthvað sko. Komast þér að stað Ertu duglegri núna því að þú ert hættur að drekka? Já, ég er svona miklu aktívari einhvern veginn, þú veist bara Þú veist, af því að ég er það leysi, sko, þá er fínt bara, þá getur alltaf fengið ekki inn og tónik, sko, og farið og bara, þú veist, hendir á skverin, sko. En nú maður er það laust og var að finna eitthvað annað, sko, þá getur maður farið í skúrin hjá Halldóri og setið þar og hongið. En hérna, getur þú sagt okkur aðeins að því að textin er mjög persónulegur. Já. Hérna, þú veist, maður heyrir alveg að þetta voru eitthvað tímabil sem þú varst
já, bara þið leiði ekkert alltaf vel, maður heyra það bara í gegnum þetta, þú veist, það var partí, þú ert hérna, það pælar enginn í þér, þú ert að koma seint heim, þú ert að þvælast einhverstað með brennivinn og pening, getur þú sagt okkur frá þessu, þú veist, svona, hvernig var bara, þú veist, hvar varstu bara á þínu vest, hvenær áttaðir á því bara svona, þetta gengur ekki lengur, þetta er orðið þreytt. Ég held, þú veist, að kannski, þú veist, eins og þegar Veðurguðinni gefið út fyrstu plötuna, þá verður náttúrulega allt vitlaust og við erum bara út all land og allt að gerast og þú ert bara að gigga allt í, þú bara að gigga 8 sinnum á einni helgi og ég hef alltaf verið svona gæi, sko, þú veist, það má segja að það sé bæði gott og slæmt, þú veist, að ég lít á mig sem bara einn mann með gítar og mæti bara að gera eitthvað og mér er alveg sama hvar það er fyrir hvern, ef hann bara borgar uppsett verð þá bara mæti ég og syng en þú veist að lokum hefði ekki stundum verið skynsanlegt af því svo ég fari bara á fáránlega skrítin gig og seti þar með gítar og, þú veist, og það eru bara 8, þú veist, alveg mölva fullir og enginn að pæli þér en samt borgaði reikningin, sko. Ykkur er hérna, ykkur er bara einhverjir, sko, ykkur er gósar, bara hinir og þessir, sko, og maður hefur verið bara á endalaus skrítnum stöðum, auðvitað er það lífsreynsla, sko. Að sjálfsögðu. En svo kemur heim bara, þú veist, með sjálfsvirðinguna stundum í rassvasanum og, þú veist, bara einhvern veginn. En var það ekki með þig, sko, því að þú er nú djamma með okkur öllum, þú ert nú ekki leiðilegur í glasi, en þú átti bara mjög erfitt með að hætta þig ekki. Jú. Það var stundum bara komið þriðjudagur og þá vildi þú bara fara að spinna hjólinn á englis. Já, bara þangað til að slokna á manni líkur, sko. Það eina jákvæða kannski í þessu, svona, maður á að reyna að finna eitthvað jákvætt í. Eitthvað jákvætt, hvað beinar þau? Nei, þú veist bara svona, að því að, eins og varst að segja, að því að sko, því ég nú oft, fengið mig drikki með Ingo, að alltaf gaman, það var aldrei einhvern megin. En svo máttu líka eiga það Ingo, bara eins og við vorum í Veislundaginn, þú ert alveg af skemmtilegu réttinu þannig og þú þarf nú ekki að drekka til að vera hress. Nei, svona eins og Jón Jónsson. Já, það er bara, þetta er svo sem eðlileg tilfinning, þú veist, að finnast þetta rosa stemmi, en ég held að einmitt þetta í kvöldi gigglag þýðir líka það að stundum var maður að gigga og nefndi því ekki neitt, ég held að allir tengi við það sem eru bara í einhvern svona skemmtanabrasa og þegar þú fer bara svona vilt helst bara 14 vodka Red Bull til að gleyma og sérst að gigga þá er svolítið skrítið í gangi, þú veist, því þá var ég að spila giggstundum og svo kom ég heim, þú veist, og daginn eftir þá mundi ég ekki eitt lag sem ég hafði spilað þá var bara einhvern veginn á autopilot að gigga og gigga og það gengur ekki. Nei, þetta verður svona, þú veist, maður þarf eitthvað aðeins að vanda sig í þessu dóti, sko. Talandi það lag, þá skulum við bara heyra þetta lag sem að við erum búin að vera ræða hérna í kvöldi gigg og ég hvet ykkur til að hlusta á textan, þetta er geggjað. Öddi, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstudaga í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl. Það er hárrétt að Túborg Léttöl og Keiluhöllin sem að færa ykkur FM 95 Blö og það er eins og alltaf nógum að vera í Keiluhöllinni, enski boltinn rúla þar alla helgina og svo er Valentínus að shakein ennþá á Shakein Pizza. Mælið með honum, hann er geggjaður. En við erum með Ingo Veðurguð hérna hjá okkur ennþá. Þú nú ekki að hleypa þér heim alveg strax, Ingo. Því að okkur finnst gaman þar að vera svona hreinskilin mann í stúdíónu og ég ætla að henda þér, ég breyti það svo langt sem þú komst, ég er búin að breyta hraðaspurningunum aðeins ég ætla að henda þér í hraðaspurningar og því ég veit að þú svarar rétt þú getur ekki svarar rétt en ég veit að þú verður hreinskilin. En ég má ekki hugsa svarið. Nei, þú ert bara hreins á hugan. Já. Ok, ertu tilbúin? Já. Fyrsta spurningar uppáhaldsmaturinn. Hakk og spagetti. Gegn það. Er það? Hakk og spagetti? Ég finnst þetta sérferði íkæð Órálega gott, sko. Það steikir ekki rétt og kryddar þetta alltaf rétt og gerir þetta, sko. Má grítu og... Þetta er uppáhaldsmaturinn að byggja frænda, sko. Ég reyndi að dyrka þetta svar. Herðu, þá er á næsta. Ef þú mættir að hafa leikið aðalhlutverki, hvaða bíómynd sem er frá upphæð, hvaða mynd hafðirðu valin? Shutter Island. Shutter Island, ok. Ígur í Sefuru? Allsber. Hvaða celebi varstu fyrst skotin í? Cameron Diaz. Hvað fyrir mest í töðunar? Svona yfirlæti. Yfirlæti, já. Hvað drekkur á djaminu? Red Bull á eftir, sennilega. Sagðan með þungum. Nei, Red Bull, maður. Red Bull, já, gefið þið vangi. Algjörlega. Uppáhaldstelling? Bara venjulega stellingin. Trúboðin? Trúboðin, já. Eftir mest bara? Það er bara eitthvað ofan í þessu eins og öðru, sko. Okay. Lið í ensku? Liverpool. Hvað kveikir í þér? Bara kærastan. Hvað 3 hluti verður að gera á hverjum degi? Þá er ég ekki að tala um að tannburstaði og eitthvað svona. Það er bara kaffi, síku og lögn. Besta svasið þitt. Hvað varstu gamall þegar misti sveindóminn? 14. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýri er þið fyrir valinu? Páfagaukur. Hvaða Íslending langaði mest til að djamma með eitt kvöld? Sveppakrull. Upp á líkamsluti á sjálfu þér? Kinnbeinin.
Kinnbeinin og hvað skammast þið mest fyrir? Bara, bara, þú veist, sum partí sem ég spilaði Hafa verið mörg þannig partíða sem þú bara skammast þín þegar þú kemur heim? Já, svona eitt og eftir stundum hef ég bara sagt já því að það getur segja já, sko, ég labbaði einu svona inn í brúðkaupsveislu syngjandi það er bara versta sem ég lendi ef ykkur að hlusta á skipulegja brúðkaup á ásatíð aldrei biðja söngvar að koma labband inn en þá ertu kannski byrjaðar á læginu þú veist inn í eldhúsi með bara ykkur humasúpa og eitthvað fólk bara þjónarnir bara hvað er þessi gæði að gera svo ertu bara í miðju viðlagi þegar þú kemur inn og allir missa því einhvern veginn sko Svo er það líka annað erindi þú veist þú komum på svið Klikkaði þetta? Nei, það var bara svo skrítið þú veist bara labbandi inn Það má ekki gleyma því að íslenski skemmtikraftar sem eru nú heldur margir að þú veist það er ekkert svona eins og erlendis eða ég veit ekki hvernig fólk kannski er ekki eins og menin að sína á því fyrir en þú veist að baksviss eru bara kompur og skítug eldús og maður er bara fyrir maður er öllum drullu saman og sérstæðum sko. En maður er að fara að skemmta þá er maður bara vona að maður verið kallað þessi fyrst inn því annars ertu bara fyrir einhverjum kokkum veist, þetta er bara þannig Færðu þið hann á drengur? Já, þetta er bara svo leiðis En við ætlum að taka líka í eitt enn áður sleppuður Ingo og að styttist í að Egill fara að tala dónalega við Steinda hann er fór drátturinn á Ertu byrjaðar eitthvað að skrifa Ég skrifa, þú veist Ég meina, þú hafðið smá tíma til að undirbúa þetta ég er kraft sem er fram úr þessu Svo sofa hjá mér í þessu, ég er með kröfur Ég veit að þið hræðir þetta Spurningakeppni líka en áður við sleppuður Ingo þá langar mig að ég ætla að byrja að spyrja hvað eru 3 uppáhalds íslensku tónlistarmenninir? Þú ættir að svara hratt sko, ég hlusta mikið á íslenska tónlist ég myndi alltaf hendur svo á þú veist, Helga Björns og Skímó skilur við Gunni Óla Gunni Óli Skímó og þú veist, svo bara þú veist, er þetta náttúrulega þessi klassísku hvað sagði Bubbi Bó og Björn Jörundur þú veist, en Frikki Dór ok, setja það Helgi Björns, Gunni Óla og Frikki Dór Hvað er það Hvað er það bralla? Gifta svo að drepa Þú veist að giftast einu þeirra sofa einu þeirra og drepa einu þeirra Þetta er Frikki Dór, Gunni Óla, Skímó og Helgi Björns Hvernig myndir þú gera þetta? Þetta er Þekkir þú alla Svo drepa Þarftu einhvern tímann að hitta þá Þeir eru örugglega að hlusta og þú þarft að hitta þá aftur Ok, sko, ég held að væri mjög sniðut að drepa til að byrjum á drepa Fyrst er það léttast eða? Mér finnst það eða sko Því að ég get fært rauk fyrir því Það væri alltaf Gunni Óla vegna þess að ég held að Skímó myndi stækka svolítið ef hann myndi deyja Fallegt það Svo Kurt Cobain eða eitthvað þú veist Allt í henni myndi allir Allt í henni er í Skímó bara aftur myndu rísa sko Spotify tölundar myndu rjúku Já, þetta er vannmetnir Gunni Óla er svaðalegu söngvari og er svona svolítið vannmetin söngvari hann er svolítið hæverskur og svona bara frá sjálfhúsi þannig að Gunni Óla drepa þá er að giftast og sofa hjá Ég held að sé alltaf þá bara giftast sko já, sofa hjá bara sofa hjá held ég Frikka Giftast Helga Björns, það yrði rosalegt hjónaband Já, það yrði Ingo Viðuguð og Helgi Björns 2 íslenska rockstjörnur saman einhvers staðar í miðbænum með íbúð Já, það er rættulegt Það var til Bali með Helga Björns í ykkur á brúðkaupsferð og eitthvað, ég held að vera veisla Já, ég held að verði þetta geggja að vera giftur hóli Hann er svona að redda hlutum Það er eitthvað, það bara, hann gengur í málinn sko. Já, þetta er bara Helgi fokkin Björns Það er ekkert vesen einstar Eitthvað parta borð og eitthvað, aldrei mál Helgi Björns hérna Þú segir ekkert nei við Helga En hvernig er helgin? Er verið að gigga í kvöld og á morgun? Ég er enda frí í kvöld og er að fara ásatíð Ásatíð hjá fótboltahóps sem ég er í Kempu ásatíð og því ég er skemmtikraftur og lendir allt á mér sko. Ég er með pubquiz og ég er með velunafindingu og ég er að skipuleggja og sjá þetta allt sko. Þannig að þú er basically að skemmta launalistu kvöld Frí skemmtun Svo er ég að gigga eitthvað 2-3 gig á morgun bara sem gengur eins og gengur að gerist Ingo, alltaf gaman að fá þig og til hamingju með nýja lagið við erum að dyrka Ingo Viðuguð Já, bara geggja að sjá þig. Já, ríkilega gaman. Takk fyrir mig. Hlaðvarp FM 95 Blö. Það held ég þér að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Ingo Viðuguð farinn, við þökkum honum aftur kærlega fyrir komuna. Það er svo gaman að fá hann er svo hreinskilinn. Toppmaður. Já, hvað sagður þú? Það er þrennt sem verður að gera daglega. Sík og kaffi og lögn. Já, geggja svar. Já, bara eins og þessi sjóar. Já, bara geggja svar. En það er komið að spurningakeppni Gilsarans. King of the Ladies. King of the Ladies, þetta hræðið með maður. Já, maður kannski fá að langt sér fengi, maður getur fengið smá trailer það getur samið um þau, kannski helmingin. Af því að ég er í það góðskapi að þá er ég að spá að gefa þér trailer ef hann er til einhvers staðar. Þetta hræðið með ennþá meira auðvitað. Ef hann er trailer, þá er hann með einhvern alveg. Já, ég er bara ekki fengið það lengi. Ertu í stuði? Já, ég er í stuði. Hérna kemur hann. I'm gonna ask you a question and I'm gonna need an answer.
Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. I want to see you sweat. I'm gonna need an answer. You got that, you son of a bitch! And I'm gonna need an answer. Ég vil ekki að leiða, þetta ekki vesti trailerinn eitt? Já, þessi er bara svolítið slappið. Þessi með er betri. Eina sem hún gerir að spyrja I'm gonna need an answer. Já, ég er spurningakefin. Muscular man, ok. Hann er ennþá í gangi by the way. Hann er bara einn undir. Það var að byrja, sko. Já, það er 1,5 mínúti eftir hann. Já, þetta var bara öskur og eitthvað. Þetta er sísti trillin. Við þurfum að setja fótinn niður. Ok, það er King of the Ladies. King of the Ladies, af því að konudagur á Konudagur á sunnudaginn. Já. Og ég velti fyrir mér, hver er svona romantískari? Já. Og það kemur svolítið í ljós núna. Okay. Og þetta eru 10 spurningar. Ég var með 18. Þetta kötta 8 af. Sem er þreytt. Það hefur verið gaman að hafa 80 spurningar. Nei, veistu, ég held að sé bara ágætt að hafa. Ég er ekki eins og ekki, mér finnst 10 er lóð mikið. Já, ég var anlega með 7-8 en þetta er gott að henda sér í þetta. Ætlarðu að gefa konunni blómvönd á sunnudaginn? Já. Já, verðum að gera, reyna að muna það. Jú, að sjálfsögðu. Gáfuð þið eitthvað hérna, nú ætla þess að koma upp með, gáfuð þið eitthvað á valentínustaginn? Já, ég gaf konunni blómvönd og súkkulaði. Ok. Nei, ég skeit. Ég fekk gjöf, sko. Aha. Já. Þá varstu nú að koma heim með blóm. Ég var dinni. Það þarf endilega að vera á sjálfum deginum með það. Nei. Já, skilur bara með nátt góðu þenn einhvern veginn. Þetta er ekki, við erum ekki, það var ekki að koma nýtt ár og þú ert ennþá óska fólki svona gleðilegt nýtt ár, 5., 7. Þetta er svolítið sem þurft að gerast á sama degi. Já. Þú bætir þetta upp á sunnudaginn, ég líka. Ætlar að gefa konunni lim á sunnudaginn? Nei, það er bara ólíklegt held ég. Það er ekki planað. Já, þú veist, ég minna að það er ekkit endilega ólíklegt hjá þér. Nei. Það er ekki alveg jafn líklegt. 50-50 bara, fer eftir stemningu. Já, ég segi bara eins og Raggi vinur mér frá Söðukröki. Þetta er svona 60-60. Já. Þetta inn. Já, verða konundagurinn, ég meina þetta er bara. Þú veist, ég mun reyna það. Punktur á Steinþóra blöð. Já, ég mun örgulega reyna líka. Gefa lim. Þetta er ekkert eitthvað sem við stjórnum einir, sko. Það verður allavega tilboð á Bostonum. Já, það er 2-2. Þetta er spennandi. Rosa spennandi. Á að vera rómantískur og bjóða konunni óvænt í rómantíska ferð til AC. Nei, við bara ættum ekki að hún myndi aldrei fara. Hún bjóði í New York í 17 ár. Hún sagði mér að þetta veri kallað The Armpit of America AC, þetta var viðbjóða. Þeir er enginn frá New York ganga, sko. Enginn, og sko, þú veist það, fyrir nokkur ég er búin að fara svona 13 sinna. Ég hef farið, konan hefur komið með mér þarna. Ég er að paraferðina og hún ætlar aldrei áttur. Nei. Þannig fannst hræðilegt. Þetta er hræðilegt, þannig að það er ólíklegt. Já, það er bara mér aldrei gerast. Núna er konudagur á sunnudaginn. Já. Og sprengidagur á þriðjudaginn. Finnst þér líklegt að þú sprengir á sunn og þrið? Típist að þú sést búin að kanna hvernig sprengidagur. Ekki bara að gera sprengidagan ógæslegan fyrir fólk. Ég ekki að gera hann ógæslegan. Það er sprengidagur á þriðjudaginn. Fólk er bara vant í að fara heim. Fólk ætlar að borða þar til að getur ekki með, það ætlar að sprengja á sig magan, sko. Það er enginn að tala um að fara inn í svefnherbyggi og gera það, sko. Fólk er vant í að fara bara heim og borða saltkjöt, sko. Saltkjöt og baunir. Já, það er sprengidagur á þriðjudaginn. Já, það er, við vitum það. Já, það er ólíklegt. Og konudagur á sunnudaginn. Já, nei, það er ólíklegt að það verði bæði. Þú veist Steindi, þú ert að vera hreinskil núna. Já. Það er konudagur á sunnudaginn og það er sprengidagur á þriðjudaginn. Ég veit það. Á ég að vera hreinskil við þig? Já. Þú vilt það? Það vill engin kona í heiminum sofa hjá mér eftir að ég er búin að borða fullt af saltkjöt í hvítri. Það er bara, nú er ég hreinskilin. Það er góða punktur. Ég ligg bara í sófanum og ég er eiginlega bara ræmlaus. Ertu saltkjötsmaður? Það er upp á smaturinn minn. Já, ok. Og ég borða, já, ég er yfirleitt sko þegar sprengidagur, þá er ég bjúaður í marga daga og ég ligg eftir máltíðina og ligg ég bara upp í sófa og ég er eiginlega ekki með meðvitund. Ég er bara svona, veit ekki hvar ég er og ég er í móki. Þú veist, þannig að þú myndir samt ekki neita ef það er í boði. Örugglega ekki, nei. Ok, en bara ég verð ekki sexy hana eftir alltaf þetta er mjög spennandi. Rosa spennandi. Ertu vinsæll á konunum þegar þú ert að skemmta þér? Nei. Vinsæll á konunum, bara heima fyrir mér? Nei, bara þú veist, þú ert úti að jamma. Já, hjá konunum niður í bæ. Já, veist, ég er eitthvað að spjalla við þig Steindi. Nei, ég held að þeir sem eru svona spenntast fyrir að hitta mig er yfirleitt bara, þú veist, bólugrafin strákar held ég. Vinsælustu þar. Ég sé bara með þar. Það er svo leiðis. 2-2. Já. Vissi konan áður en þið kynntust að þú væri svolítið hádegiskall?
Já sko, náttúrulega ég það ekki. Þannig að ég sko, auðvitað, nú kasta ég bolt yfir. Ég veit það, ég ekki heldur hátíðskall og þetta orðið þreyttara heldur en hitt. Sko, nei, hún vissi ekki að vera hátíðskall og ég ekki hátíðskall. Nú ætla ég að rifja upp það gerst einu sinni okkur 2,5 árum. Nú ætla ég að rifja upp. Þú varst með myndar fyrir kæs á hann. Það sem allir í símaskroni myndu að fá SMS ef þú færir í einhvern gýr. Væri fólk að fá það skilabóð í hádeginu? Nei, einu sinni, það fengi einu sinni í hádeginu, bing. Það væri skrítið, þegar það væri í vinnunni og maður myndi fá bing, byrju, Öddi, hvað situr hann? Nei, hann ekki eins og á staðnum. Nei, það ekki eins og þú fáir alltaf aksjón þegar þú verður ræstur. Þú getur verið ræstur á þess að fá aksjón. Já, ég veit það. Ertu að segja mér aldrei verið graður í hádeginu, Steinþór? Bara á ævinni? Jú, örglega, já, á ævinni. En svona ekki nýlega, ekki ykkur ár, Ég held að blöð fengi punkt hana. Það er 2-2 eða þá. Ég ekki einhver hátíðskall. Ég held að þú myndi fá punkt hana. 4 spurningar eftir það, 2-2. Okay. Heldur þú verður rómantískur á sunnudaginn og færir koninni í rúmið pönnukökur, omelettu, kaffibotla og lim í eftirrétt? Nei, bara enga líkur. Þetta er hræðilegt. Bara ógeðslegt. Þetta er ógeðslegt. Hvað? Það er enga líkur. Finnst þér, í hvað heimi býður? Finnst þér líklegt að maður komi inn í herbyggju með pönnukökur, kaffi og svo bara með tillan bara að taka þyrluna fyrir aftan? Enga líkur. Til að vera rómosteindi. Þetta er bara ekki rómatíst. Þetta er ógeðslegt. Þetta er alls ekki rómatíst. Þetta er bara ógeðsleg spurning. Það er lappar inn með bakka með búin að útbúa þetta allt og ásti mín, það er konundagur í dag. Með tillan á bakkana bara? Það er enga líkur, ljótt að segja, það er með þess að enga líkur ég kom með bakkan, ég kann ekki eins og gera pönnukökur. Ok. Jó, 3 spurningar eftir að 2, þetta er mjög spennandi. Hvað er staðan séru? 2-2. 2-2, ok. Hvort helduru að þú verði graðari á konudaginn? Þetta eru svo ógeðslega spurningar. Fyrst, þú veist, hvað? Þú ert ekki sem búin að... Það er alla svona, það er ekkert eitthvað tengt konudaginn. Nei, þetta er ekki allt svona. Það er 2 eftir þessi búinn. Hvort helduru verði graðari á konudaginn eða sprengidaginn? Hvað er þetta? Sunnudagur og hvað? Voru þetta spurningar sem þú valdir af öllum 18? Hvernig voru hinar 8? Hvað ógeð var það? Nei, sko, þetta því að nú er konundagur á sunnudaginn og sem sprengidaginn á þriðjudaginn. Við vitum það. Ok, hvort hugstu líklegra? Líklegra sé sunnudaginn og þriðjudagur. Punktur á blöð. Þetta er King of the Ladies. Þú Steindi, þú ert líklega með sprengidaginn. Nei, ég mannst ekki. Ég var að segja þér áðan hvað ég er hræðilegur á sprengidag. Ég er alveg off eftir 7. 3-3, þetta grínast. Hefur unnið sundlaug, séð dömu þar og þið svo sprengt? Ég er að fatta býtt, er þú bara þetta er nei á mig. Það er bara þannig. Já, þú ert basically að spyrja mig, sko, ég kynntist konunum minn í sundlaug. Þannig að, já, við vorum að vinna saman þar og við byrjum saman í kjölfarið. Steindi, hvað er með þig og sundlaugar? Ekki neitt, það er með mig. Já, ef þú ert ekki svofandi hjá og flaska þig. Já, en ef við kynstum í strætóskíli, hvað var það með mig og strætóskíli? Þú elskar sundlaug? Nei, ég bara, veistu það? Á ég segja þetta? Nei, nú ætla ég að segja reitt, ég þól ekki sundlaugar. Þú ert king of swimming. Nei, ég þól ekki sundlaugar. Nú, kynntist konunni þar, flaskarðu upp þar. Já, ég veit það, en málega, nú ætla ég að fá útskýra eins. Ég er með kulda-XM, svona XM. Þannig að þú veist, ef ég fyrir sund, klórið, ég verð hræðilegur þetta í fyrsta lagi. Ef ég er einhverjum heitum potti með ókunnugu fólki, ég kemst ekki veipið mitt, ég er ekki með bjóri eða neitt, það má ekki vera með neitt. Jú, erlendis. Þannig að já, erlendis, já, þess vegna elska ég erlendis. En ég sitt í íslenskum heitum potti bara með einhver ókunnugu fólki og að vera að tala um pólitík í kringum ég þóla það ekki. Þú veist, ég fer með dóttir minni sund, en ég fer ekki viljandi sjálfur hérna, ég er bara ekki mikil sundkall. En sko, jú, auðvitað fæ ég punta það. Ég kynni skonu minni að það. Sko, það er einspurning eftir þetta búið og þú ert á punta 4-3. En þú hefur sérst unnið sundlaug, sást dömu. Nei, það var ekki svoleiðis. Hvað er basically að gerðist það? Svarið. Þú varst að fá punt. Þú varst í sundlaug. Já, það liður margir dagar á milli. Og síðan var sprenging. Já, síðan fór, nei,
Nei, Hvað- síðan eruðu við vinir á MySpace og við fórum á date og þú veist að liðu fullt af tíma En það gerði samt fyrir rest. Ég sá ekki konu lappinu sundlaug og svo bara í hvað ímynduna heimi, hvað eru við stattur hérna? En þú ert að fá punkt, eða ekki? Já, þetta er punkt, Já, ég sá hana fyrst í sundlaug Já. Sko, blöð, þú þarf punkt núna Ok, til að jafna henni. og Þetta er svo hræðileg þá er keppni. þetta deadline Ætlar að taka þig frí á sprengidaginn og vera heima og ná mögulega 5-8 sprengingum yfir daginn Er þetta spurningin sem var hérna, hann átti að jafna með? Herðu, já, þetta var spurning hérna gilstarans Nei, og þú ert búin að eyðileggja sprengidag fyrir mér. Ég er ekki eins og að grínast í eina sekundu, sko. Hlaðvarp FM 95 Blö. Báðu þessi snillingar á að spila á Íslandi. Justin Bieber og Ed Sheeran hér í FM 95 Blö. Þetta er fljótt að líða, þetta er gaman, klukkan er orðin 5:30, hvorki meira enn í minna. Já. Á þessum fína föstudegi, herru, það er ennþá bjart. Það er nú bara jákvæmt. Já, þetta er allt einhvern veginn Vorið er að koma. Já, voru er að koma, við höfum eftir að fara í augljós og staðrendir Já, og Egill á eftir að tala dónulega við, hann var dregin Ég að var að vona að það detti upp Það gleymist ekki, kallið minn. Og svo Það er bara einn og eftir. Já, og svo er líka eftir að fara í kortmyndur og frekar sem við ætlum að henda okkur í akkurat núna Já, þú sérðum það í dag. Já, djöfull er þetta að pakka þig okkur Ég hef alltaf sagt það, við þyrstum að vera hérna í 5-6 tíma Það er svolítið svoleiðis Ætlaði King of the Ladies að vera með þetta Ég tek þetta King of the Ladies er með kortmyndur fyrir ykkur í dag. Eins ógíslega á keppni var Það hljóma titill náttúrulega Já. Herru. Hefur þið samt, Steindi, svona í gegnum tíðina, varstu alltaf svona netto kvennabósi? Hlægir Egill bara Já, ósla ljótt á hann. Býstu hörðu negið þarna Má ég ekki hlæja í frí? Já, nei, Hvað finnst þér svona ljótur? Nei, eða? Hvað finnst þér í ljótur? Ég hef alltaf sagt Mér finnst það mjög að huggulegur, á sko. slæmum degi er ég ekki með hátt skor en á góðum degi þá hef ég hef séð mynda mér það sem ég er 8,2 Mér ertu hugulur Já, ekkert svona nei, ég er bara svona normal held ég Normal, bara svona, já, en ég var skemmtilegur alltaf þú veist, þetta ekki að tala um svona eins og í grunnskóla já, hvort það voru alltaf kærustu og svona. já, nei, ég hef ekkert marga kærustur en bara svona, ég er samt svona kærustukall Ok. herru, allavega, Já. eru þið klárir? Hvað er með þetta kærustu Það var það fyrsta spurning í kortmynduðu frekar og hún er tengist Bíbernum aðeins Ok. bara svona, því að hann er búin að vera á dælunni og svona þannig að ég ætlaði að spyrja ykkur kortmynduðu frekar, fara á dæluna í viku þá þurftu þið að fara á dæluna alvöru dælu eða að allir halda að þú sért á dælunni í næstu 6 árin Býttu þannig annarkort fer ég á dælu í viku og enginn veit að því. en þannig sé þú veist, þú fer bara á dælu og ég meina, nei, ok, höfða bara þannig að veit enginn að því En býttu, en ef allir halda því síðan næstu 6 árin, hvað lítið þá svona ítlu út og eitthvað? Nei, þú hittir bara menn og það er bara svo bara leið og labbar í burtu og það er bara kvísla hann í tómarugli maður og þú veist, hann er bara á dælunni, halda allir og sérst á dælunni Allir yfirmenn mín, yfirmenn líka í vinnunni og... Já, við Það er blöð í vesinni inn á vinnuna Já, við gefum okkur það, hann haldi nú vinnunni Hvað er ég að dæli mig? Já, þú ert á dælunni, það þegar þú sért bara komin í Hætti til að okkur drasliða? Já, bara komin í alveg stöf Hvað kallað þú að vera á dælunni, svo ég viti nú Hvað er eitthvað heroin eða? Þá, ég meina, þú sér hvernig Bíberinn lítur út í dag Hann lítur nú bara ágætlu út Nei, að það? Justin Bieber Nei, var hann ekki, mér síndist að vera 40 kíló með pissugult hár og allt í rugli Ég er bara að fá alltaf myndir senda frá fullt af fólki á Instagraminu bara, ég held að sé rétt hjá það gamli, hann er á dælunni Svo er myndir á hann Ég tók ekki eftir, mér finnst hann lítið ágætlu út Sko, já, ertu búin að svara Hvað er ég þá bara að dæla ykkur í nefið á mér og sprauta með það? Já, þú ert bara á dælunni, sko Það er rosalega slæmt ef að þjóðin heldur á að setja dælun í 6 ár Já, en það er líka hræðilegt að þurfa að fara á En ég hef ekkert hérna háður þessu röstli eftir þessa viku þannig Þetta er bara viku af að ég bara ringi með veikan Góð spurning Já, ekki nú sett fíkil, bara með Já, það er fíkil í mér Já, það er fíkil í þér Já, og fíkil í flestum og já, þannig að það er hættan Það er hættan á fílum Er þetta drug by choice? Má ég velja, þú veist Ég ætla frekar til að henda mér í bara high quality ég en í heroin, sko, til dæmis, sko Þú veist að ég er að velja viku keistlu Þú þarft ekki að fara á heroin, bara eins og þú túlkar það Ég tek þessa viku Þú tekur viku? Já Ég held ég verið að taka 6 árin bara Af því ég er svo ræddur að ástæðan fyrir ég hef aldrei prófað neitt svona og ég get alveg bara opnað mig við það hérna fyrir hlustendum að ég er svo ræddur ég myndi ekki hætta þið Nei, þú væri bara komin í ræsið Ekki til ræsin, ég væri búin með allan peningin minn og... Já, þú væri allavega búin að sæna þið inn í alls konar trúafélög og búin að gifta þið eftir bara ár og... Ég vil eiginlega halda þessu þannig að ég prófa þetta aldrei þannig ég tek á mig baktal í 6 ár Ok, það er bara svo leysið, ég völdu sér eitthvað þarna, það er skemmtilegt. Þá er næsta
þessi er erfið. Þið verðið aðeins að stoppa þarna og hugsa, hún er mjög erfið. Hvort myndu þið frekar vilja komast að því að þið væri ófrjóður og já, getur þið gegn spöld, eða að þið kemist að því að barnið ykkar sé ekki ykkar barn en þið getur samt eignast spöld. Hætti ekki tætta maður. Tveir þreytir. Þetta er bara ógæft spurning. Já, hvort myndur þið vilja? Það var bara skárra að þurfa að svara hérna eitthvað, fær konaðin lim í morgumata og sprengir það. Já, ég veit það og fáu núna bara, herru, hérna Teddy er ekki þinn. Þú átt ekki þetta. Það væri mest skellur æðið mínar. Já, eða að þá myndur heyra að núna, þú ert búin að eignast þetta náttúrulega, að þú getur ekkert eignast. Ég reynda að sagði. Ég veltalega á, þú veist, ekki var Stephen Baldwin var í pappin, ef þú myndir heyra að ég sagði reynda við Rakel daginn, ef var eitthvað svona fiffir í gangi hjá hann á sínum tíma, ekki segja mér það. I'm gonna raise him like my own. Ég meina, væri það ekki bara fínt? Hvað myndur að halda bara á Íslandi? Hvað myndur að halda að vera margir rángfæðrar á Íslandi? Það er mjög algengt á Íslandi. Já, það ég myndi segja að væri nú bara annarkum maður, sko. En sko, það er bara að fólk tekur þetta bara kassan. Ég held að sé alveg 25%. Annarkum maður og elda bara spagetti og herru við gleymum þessu. Vilja eiga þetta og það bara ekki fleiri. Sko, maður getur alltaf ættlitt bara, þú veist, og það er ekkert gefins að ætla. Þú fær aftur á lista, rándýrt og kannski færð ekki góða fjölskyldur fá kannski fyrr, ég veit ekki, virkað ekki þannig? Já, ég myndi taka þannig. Ég meina ekki, ef við séum nefnt hlusta bara eitt þáttirna hjá okkur, þá færð þú það ekki. Nei, þú fær ekki fleiri börn, ég líka alveg lofa þig. Ég er svolítið gaman að ég ætlaði eitthvað grísling. Þú múttir henda þér í að það er púðurskotin á okkur. Já, það er bara heiðalegt. Það er að þriðja að þurfa að leka næstu 3 árin. Sem er hvað? Það er að hvað meina með að leka? Þá meina ég bara að það lekur úr ykkur. Bara prömp. Já, bara í tíma og ótíma. Þið veit aldrei hvernig. Það er fólk að stilla úr á bylgjun og nei, þú veist, það myndir leka úr ykkur og það er ekki, það kemur ekki hljóðan eitt. Ég lofa þér að Reykjavík síðdegis er ekki að tala núna um að fólk sé að leka. Ég er alveg að lofa fólki að stilla úr á bylgjun núna. Það er ekki að tala það. En þetta 100 svona betri þáttur. Við erum að tala um að leka, ekki þeir. En málega er að þú veist, ímyndið ykkur, þú ertu basically og situr í hóp og finnur sjálfur allt í ná, kemur einhver lykt sem er að gossast upp. Þú veist ekki að það er hún. Þú fannst það ekki eins og sjálfur, hún lekur. Þannig að hvort það eru frekar til að leka í 3 ár eða að geta bara kúka á 10 daga fresti næstu 3 ár. Og að þú ert að kúka á 10 daga fresti þá ertu þú ert komið með eitthvað vesinn í maðunar. Þú ert að drepa út með stein í maðunar. Ég tek það samt frekar. Tekur það samt frekar? Ég nefnir ekki verið reykandi við bara í tíma og ótíma. Nei, en ef það kemur allt í nú bara líkt, myndur ekki segja bara, heyrðu, hérna sorry, ég myndi að hafa lekið hérna aðeins. Nei, ég myndi ekki nenna því alltaf. Ég fer bara fram. Þetta er tímaspartnar, þannig að þú þurfi ekki bara að hægjandi sér á hverjum degi. Já, mér finnst þetta bara nokkuð létt. Þannig að gefa okkur meiri tíma í að sinna áhugamálum og já, nú ert þú sinna áhugamálum. Eru hægðina núna að koma í veg fyrir áhugamálum? Þú þekkir nú líkast það sem ágætlega. Er þetta ekki hættulegt eða? Þetta getur ekki verið sniðugt. Já, þú veist það er mælt með að hægja sér oftar en á 10 daga fresti. Já. Hvað er svona mælt með? Svo við kennum nú fólk læri einhvað á sem þætti. Hvað er mælt með? Bara hægja þér þegar þú þarft að hægja þér. Sem er, hvað er eðlilegt? Svo er ekki G hægja sér svona 12 sinnum á dag. Einu sinni á dag. Sem er ekki eðlilegt. Og já, einu sinni til 2 dagar svona venjulegt fólk. Ok, þá veitir það, þið lærðu þetta í lokin. Þetta var hvort myndur frekar. Og hvað veldu þið? Báðið 10 dagana? Já, en næst er komið inn að þá er Egill að fara að tala tónulega við Steinda. Það verður hressandi. Barasta. Hlaðvarp FM 95 Blö. Það held ég, elsku vinnir, þeir að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957. Áður höldum áfram, drengir, þá langar mér rétt að minna ykkur á þáttur í kvöld, Steindakon. Já, þáttur 2. Þáttur 2 í kvöld og það er heimsmeistaramótið í luftgítar. Það er lagt til að segja það. Já, það var hvað sæti lentur í aftur? Já, þú eru bara að horfa á þáttinn, kallinn minn, ég ætla ekki að segja það. Við vitum og vannst ekki. Nei, við vitum ég vann ekki, en þetta er náttúrulega svakalegt. Þetta er ógeðslega góður þáttur og hann er ógeðslega skemmtilegur. Þú veist, maður byrja að fara á Eistnaflug og vinna Íslandsmeistaratitilinn og fara yfir. Ég tek mömmu með mér sem er geggjuð í þættinum. Hlakka svolítið til að kynna þjóðina fyrir mömmu minni. Mikill snillingur. Já, toppmannskja þar á ferð. Já, og svo átti ég að skila hérna frá strákunum hérna upp á Stöð. Það er leikur inn á Stöð 2 Facebook síðunni. Það sem er helviti vel gert, sem Æsland og Stöð 2 voru hendi. Ég er helviti ánægð með þetta. Er að þeir eru að gefa flug og bara allan pakkan og miða á festival. Eitthvað af festivalum sem ég heimsæki. Þú getur farið á Brónikon eða heimsmeistaramóti í luftgítar eða
Ég myndi ekki velja Brónikon allavega. Ég myndi ekki nenni að fara út að mæla út Pony ruglum. En myndur þú velja fettiskon? Já, frekar held ég. Og rosalega sérstakir þetta fólk sem var hérna. Þetta var aðalega kallmenn fullandi kallmenn sem voru að sækja Pony festivalið. En það er hún á topp 5 yfir furðulegustu hátíðir heims. Þú talaðir ekki hreina íslensku í þessum þætti, Steinþór, því að þá hefur þú sagt okkur að annarkveð maður hérna var pervert. Það er bara nokkuð ljóst. Já, það er ekki hægt. Mikið af pervertum. Alveg pottitt, hvað heldur þú? Já, ég myndi annarkveð maður hérna var einhver ógeðs pervert. Ef þú spyr mig, þá myndi ég, alltaf ég myndi örugglega segja það, Ég ætla bara að vera hreinskilinn. En svo var maður líka að hitta lið sem var bara, ég elska söguna, minnst þú geggjuð, ég horfði á þetta með börnunum mínum og svo bara sogaðist inn í þetta. Þessu? Ég mælir út Pony. Já, greinilega, þetta er einhver heimur, þú veist, ég þekki hann ekki, ég hef ekki hort á eitt þátt, sko. En en allavega, þessi Facebook-leikur inn á Facebook síðu Stöðvar 2, þá er verið að gefa miða og flugu allan pakkan á eitthvað af þessu festivalum. Þú getur basically sagt bara, mér langar að fara þangað og taka þennan með mér og þú getur komist á þetta festival, allt frýtt. Fólk elskar free shit. Já, þetta er heldur vel gert þeim. Fljúga með Íslandi er bara Brónikon. Já, en ég er að fara í viðbjörn núna eitthvað ekki. Já, ekki þú. Við dróum þetta fyrir klukkutíma síðan. Ef við förum í þetta hræðilega dagskólið, er það ekki þannig að þú veist, ég þarf ekki að fara í þetta næst eða þú veist, meiri líka því fara í þetta. Við ætlum að sjá hvort þetta sé eitthvað var í þetta. Kannski fyrir aldrei í þetta. Hvað ég segja það? Mér finnst miklu fyndara ef þetta er alltaf bara hver sem er, þú veist, þú getur alltaf að geta þrisvar í röð, sko. Ég er svo óöppin í að dreigja út svona kjaftaði. Ok, ég fá lag undir allavega. Ég ætla ekki að segja þetta. Ok, en fyrir ykkur sem voru að stilla inn að þá dró Egill á hann í að hann þarf að tala dónalega við Steinþór meðan ég er í samlífi. Já, eins og þessi bara gay, saman upp í rúmi. Sko, ég er ósammála, þetta er viðbjóð fyrir mig, þótt þetta sé meiri viðbjóð fyrir þig, þá er þetta líka viðbjóð fyrir mig. Þú setur hérna bara og þú ert að fara að tala við mig og horfa á mig og segja þetta. Já, ég veit, en ég þarf lag. Ok, maður sjá, þú ert lag, hvað er eitthvað svona ekki of romantíst, ég nenni ekki eitthvað geðu mér Voldir das Bett in Flammensen með Rammstein sem er Hvað sagður? Voldir das Bett in Flammensen. Þetta er segast, viltu sjá rúmið í heitum ástarlógum? Flammen er þá Já, er þetta Rammstein? Já, erum við ykkur að hardcore ruglega? Nei, ég bara Býta eftir að fara að gefa hann með gamla skóla Sko Með Rammstein undir Ég vil ekki gamla skóla Ég er bara að ljúka þessum dagskólið að Þetta beða fólk að stilla á bylgjuna í kvelli Nei, við viljum ekki missa Og hlustendur. á okkur núna á vísi.is eða á pottinu spólað yfir þetta drast Herðu, ok Ljúkum þessu af Já, þið eru Þetta er komnir svo plásturinn Já, þið eru upp í rúmið saman Og þetta lag kemur á Er þið með rétt lag? Já, minnst að þú var með live útgáfu Ég kvarta samt ekki maður hækka þess meira Þetta er að heyra taktinn Býtu, hvað, ertu búin að hugsa þetta hún rosalega? Nei, ég hef ekki hugsað þetta neitt sko Bara fá taktin undir, bara geta hækka meira Það er flókið Er ég byrðið maður mikið að hækka meira Þarna Ói, bara stað, þetta er hræðilegt lag sem við valdi Þetta er hræðilegt Þú veist, lagi gerir þetta verra Ég elska þegar listamanna skeggið þitt Strýkstu innanvert lærið mitt Og býttu hvað er ég þetta niður í klófinu? Ói, bara stað Er þetta mörg? Er þetta mörg? Ég er alveg að sjá eftir þessu Nei, Ég fekk bara svona óþægendarhald Átti þetta ekki að vera kynlíf? Já, það held ég Já, Listamanna skeggið Af hverju er ég að sjúga því? Hvað er að gerast þetta? Af hverju byrjar það? Klára þetta Ég er að keyra þetta í gangi Ég er svolítið að vinna með lægi líka Já, þú varst byrjað, fyrsta setningi að þú elskar að listamanna skeggi mitt strikstu lærið þér Það var ógeðslegt að líða strax Ég var að döði sér eftir þessu liðin Ok, mér heyrist alltaf lágt í læginu Nei, lagið er vel það er í botni Ég er elska your soft childbearing hips Er þetta svo vilt, you chubby piece of shit Ói bara, hvað er að gerast? Þetta er hræðilegt Þetta er hræðilegt Þetta svo vilt í tjöpp Maður sjá bankareitningi en trúðurinn Það er limur í kvöld Og það er limur á morgun Og hinn og hinn og hinn og hinn Ói, hvað þetta er lélægt Þetta er hræðilegt Þetta er hræðilegt Þetta verður ekki aftur strákar Nei, ég held að þetta sé fyrst og síðasta Haldt áfram að reykja Fat top of shit Hvað er að gerast þetta? Hvað er að gerast? Ég er að tala dónalega við í miðju samlíf Hvað maður þú segja? Er það búið það? Já, ég með okkar aðra hérna Já, heldur Steindi, þú verður að láta hans að setja fíla þetta Nei, ég er ekki að því Jó, þeir eru saman í rúminu Ég ætla að gefa þér
Skeggjaða ruslið þitt. Býttu, heyrðu, átt ekki, akkur þetta Hann er að tala dónalega. Já, þá ekki að vera að drulla svona yfir mann. Jú, hvað heldur að sé? Að tala dónalega? Já. Þá ertu að segja bara að þú ætlir að fíla þetta. Nei, þú ert að segja bara viltu þetta ógeðið þitt og eitthvað svona sko. Nei, Jú, eru þið keks bilaðir? Kjælst þú að tala dónalega væri þannig? það er náttúrulega bara vilt Býtu, hvað erst þú að segja? Bara æðu út svo frábær? Nei, þú ert ekki að segja, heyrðu, viltu þetta þarna skeggja feita drastli? Heldur að það sé að tala dónalega? Þá er þið að miskina konceptið verulega. Það er að gerast þetta. Ok, áttengu það, sko, við getum þetta bara að wrap it up, við skuldum auðlýsingar. Flengdu mig computer nerd. Og síðan, Þetta vil ég. og ég ætla að gefa þér skeggjaða ruslið besta japp sem þú fengið á æfiðinni. Skeggjaður ruslið. Sko, herru, veistu það, þú komst bara nokkuð vel frá þessu. Fílar að tölvuleiki motherfucker. En fílar að þetta? Og nú er ég búið með þetta. Þetta var ógeðslegt. Þetta er bara fyrst og eina skipti sem fyrir með þennan dagskólu. Nei, það verður dreigið aftur í næstu viku. Hlaðvarp FM 95 Blö. Það held ég þeirra að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Þetta er enginn að jafna okkur hérna í stúdíón eftir, já, ég veit ekki hvort það sé hægt að kalla þetta dagskrálið sem vorum í hérna áðan. Þetta var að versta sem ég lendi í. Fyrir hvern var þetta eiginlega óþægilegast? Þetta var þetta ekki vest fyrir þig, Egill? Já, fyrir hvern? Hvað ættu þið að gera? Já, þetta var reyndar bara drullu óþægt fyrir mig líka. Það er verið að geta á æfinni. En Steindi kom með, ég verði eiginlega að gefa Steinda það, Egill, að þú varst kannski ekkert endilega að gera þetta rétt. Nú, hvað ætti ég að gera? Af því að þú varst að segja við hann bara hérna, hann væri chubby piece of shit og eitthvað svona. Ef að konaði myndi byrja að tala dónulega við sig, þá ertu ekki að, mér fannst þú hitta svolítið naglan á höfuð þar, Steindi, þá var þetta ekki að rakka hana niður og segja ykkur að slæma hluti. Nei, nú er ég ekki sérfræðingur í að tala dónalega. Ég er bara viðurkenni, ég er ekki mikið í því. En ef ég væri beðinn það, þá myndi maður vera bara, ok, þú veist, ég ætla að gera þetta og fílar þetta, eitthvað svona að lýsa einhverju, ég veit ekki. Ok, ég vona hann verður dregin, hann dregin næst. Þú myndi að segja hvernig þú tala dónalega. Ætlaðu við aftur í þetta? En ég myndi að kona myndi horfa á það og segja í miðjum klíðum, skilur bara svona, heyrðu, neina að tala dónalega um mig, ég skal gera þetta, helvítið svo rusli. Bara góða búti, sko. Ég vona bara að ég verði aldrei dregin aftur. Nei, ég held að ég bara er ekki að koma bara svolítið í ljósið sem þætti, enginn okkar hefur reynsla af þessu. Nei, við þurfum einhvern veginn við þurfum kannski bara aðeins að æfa okkur í þessu heima fyrir og koma aftur sterkir hérna. Ef þetta verður gert aftur á höfuð eitt á hreinu, við þurfum eiginlega bara að meta það, að þá ert þú samt ennþá í pottinum, Egill, þú getur alveg lent aftur í. Ég var að vonandi að ég væri búinn einhvern veginn. Nei, það væri við sko verið fyndið, þú eri dregin aftur og aftur og aftur. Og þetta var mjög erfitt, ég svitnaði bara, mér líður illa. Já, þetta var, mér leist ekkert Beðið Íslandika afsökun. Mér leist ekkert alltaf vel á þetta þannig að þetta byrja hvort þú væri búin að hugsa þetta nóg. En ég hefði gaman að þessu svona í restina. Tókst jam í kvöld, reffa þarna, viltu lim í dag og á morgun og hinn og hinn og hinn og var hræðilegt. En herðu, klukkan er bara að verða 6:05 og það er eiginlega bara svona nánast komið að lókn. Ég minni á tix.is ef að þið viljið kaupa miða á hlustendavelunin sem eru núna í mars. Það er, alvöru partíð þar, þannig að endilega farið inn á tix.is og tryggja ykkur miða. Ég fíla líka að hlustendavelunin eru orðin aftur, það byrjaði nú fyrir nokkur árum, orðin aftur svona stór og flott og veistu hvað ég við? Það var alltaf svo stórt í gamla dag. Ég veit það. Og svo einhvern veginn fannst mér þetta bara detta niður. Og svo núna undanfærin kannski 5 ár, þá er þetta orðið hjúts aftur sem ég gekkja. Já, sem ég fíla að þetta verið, beinni held ég á stöðu 2. Þetta er bara risa velun. Hvernig er helgin hjá okkur félagunum svo? Hún bara kósí. Já, hún er bara kósí. Það er steindakon í kvöld og ég krefst þess að allir hlustendur horfa sjálfsög á þáttinn og svo er það bara, ég var að pæli í, sko, konum mér var að senda mér alltaf að skila upp og hún var að fara að hitta vinnisnýttu kvöld og fara út að borða á eitthvað, en ég held að ég sé að fara ég setja rauðvín og nokkra klakka í glas og Hristingskvöld? Nei, ég var að fara að segja sæna mig inn. Já, in the world. Já, ég ætlaði bara að taka smá PlayStation. En Egill, hvernig helginu þið er? Hörðu, það er eiginlega vörk, ég er að sjá clients, fjartþjóðan.is. Koma liðin í form? Já, svona, það er mistaramánuður í februar, þannig að það er Íslendingar peppaðir. Er eitthvað astnalegt, sorry, Steini? Já, ég ætla bara að segja einhverju innkoman hjá þig líka að þið ætlar að borga 700.000 kall til að halda Instagraminn Já, og 1,5 til að detti með Matthew McConaughey. Ég held að bara ef Instagram myndingu þeim myndir hverfa, Steindi, þá myndir fatta að þú myndir borga miklu meira en 10 svolítið fórað. Örglega rétt hjá þér, en 700.000? Ekki 700.000, aldrei. Ég sammála því, það er bara ekki glæta. Ég myndi frekar bara safna fyrir barnið mitt. Kannski
þetta mikið Kannski, þetta var hún Ég ekki hljómsettur helgina En hvernig hérna ef að konudagurinn á sunnudaginn það er allt í lagi Já, sem sprengidagur á þriðdaginn Já, við vitum það Það er alltaf lega að bjóða konubrót að borða frekar á laugardegi Veistu mikið veistla fyrir Steinþór Það er konudagur hjá honum á sunnudaginn sem þegar hann sprengir Það þýðir það ekki Sen er bolludagur hjá Steinda á mánudaginn sem þegar hann getur svona 60-70 bollur Síðan sprengir hann á þriðjudaginn Og svo fer hann í búning á miðvikudaginn Hversu mikið veistlu þú var í? Já, þetta er náttúrulega einu uppáhaldsvika mín, ég veit ekki það. Þetta er bara veistla framöndan, en það þýðir ekki að ég sé bara allan tíma með stampinu heima í mér. Ég er bara að finna familíunu og gera þetta ekki skemmtilegu lög. Sveinu það, þetta komið gott. Vitleysa er þetta. Takk fyrir hlustunina í dag, kæru hlustendur. Við verðum mættir hér aftur næsta föstudag. Er ekki fullu bátur? Það er ekki að fara. Skemmtu vel á sprengidaginn, Steindi. Já, í góða helgi og góða viku. Ég vona að ég sé ekki búin að eyðileggja fyrir ykkur sprengidaginn og ef svo er það þá biðst ég afsökunar. Hann er bara verktaki hérna, hann er ekki hlusta á hann. Hlaðvarp FM 95 Blö.